Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með það verslu við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgið mig þar. Já, Guðjón, við náðum loksins að hittast. Já. Þú sendið mér skilabóð fyrir nokkrum mánuðum síðan. Já, var það ekki hvað? Október held ég? Ég held að það verið rétt eftir Begga, þáttinn. Já, það getur verið. Já. Og þú þekkir eitthvað Begga? Já, við erum, má segja bara félagar, sko. Þeir eru félagar? Já. Ok. Hitt hann fyrst þegar ég var að þróa með félögum mínum í Versló markmiðapp í frumkvöðlafræði. Og við fengum hann í viðtal, varandi markmiðasetningu og þannig, sko. Og svo hef ég, fylgt honum á Instagram síðan þá og svo sendi ég á hann þegar ég var að skrifa bókina og hittumst þá og tókum spjall og svo hefur við hist á förnum vegi, svona inn á milli og Góður? Mjög, algjör kongur. En þú skrifaði bók? Já. Sem heitir Náðu árangri. Og ég vil taka það strax fram að þú verður 22 í ár. Já. Það er ekki gamall. Nei. Frekar ungur að skrifa bók. Já. Eða hvað? Já, þú veist, systir mín reyndar hún er í 9. bekk og hún er líka búin að fá sína bók útgefna, þannig að... Ha? Já, það er... Í 9. bekk búin að gefa út bók? Já. Þannig að hún toppaði þig? Vissulega. En já, það er sem sagt skáldsaga um lofslags áhrifin. Það er mjög mælum með henni, sko. Það heitir Síðasta tækifæri. Glæsilegt. Já, mjög. Sjátt á það systir þína. Án gríns. Í 9. bekk? Já. Eva Björk. Náðu árangri í Nám og líf heitir bókin. Í stuttumáli, hvað er þessi bók? Kalla hana sem sagt eins og fyrirlestrana sem ég held og byrjaði að halda áður en bókin kom út. Námsráða og hvatningar bók með andlegu ívafi. Og náðu árangri í námi og lífi. Ég fjalla svona það sem hefur hjálpað mér í námi og lífi, eins og körfu og að halda fyrirlestra og bara samskipti við annað fólk og fleiru. Hvað var það sem fekk þess að vilja skrifa bók? Sko, ég hef alltaf verið svona pælari og lesið, þú veist, bækur í svona dúr, sko. Og líka það, já, mér gekk þess að vel í menntaskóla í Versló og... Dúksaði það? Já. Og Hvað ertu það? Þú veist, það er náttúrulega ekki gefins, en það var bara svona í minni áru. Ég var langaði alltaf að fara til Bandaríkjanna í háskóla og langar svo sem enn. COVID eðilega það? Já, það hafði áhrif, sko. En við komum að því og eftir í tengslu við eina mynd sem er mjög skemmtilegt og fallegt, sko. Ok, býðum með það? Já. En ég ákvað þess að þegar ég svona sá fram á að ég myndi dúksa og ef ég myndi gera að þá myndi ég svona gefa til Bagga og svona miðla minni reynslu og þekkingu af því að ég tengi námið bara, ég horfi á það eins og margt annað íþróttir, bara að gilda, finnst mér sömu lögmál bara varðandi það að ná langt í námi, í íþróttum, í vinnu, sjálfstraust, jákvæðni, hugarfar, markmiðasetning og fleira. Þannig að Svo setja það inn í þessu bók? Já, í rauninni og fjalla þú veist, vísa í fleiri bækur aðrar og
og einhverju reynslusögur bæði frá mér og öðrum, sko. Ég þarf að nálgast þessu bók. Þú bara tekur þessa eftir þáttinn. Nú ætla að gefa bókina? Já, þetta hana og... Já, geggja það. Sjálfsög. Bara takk hérlega fyrir það. Ekki máli. Ég nefnilega hef lúms gaman að mynda svona bókum, fjallum hérna jákvæðni og svona pepp. Og heitast hérna, náðan og greið að sína kamerun þetta. Endilega. En að gefa út svona bók, var þetta ekkert mál? Sko... Að fá útgefenda og... Ég byrjaði að halda þessa fyrirlestra haustið 2019, eftir að ég útskrifaðist og svo í mars-apríl þegar COVID var komið hingað og aðgerðunar í gangi, þá fór maður dálítið að hugsa, maður var ekkert í eins miklu stúsi á daginn og ég hugsaði að að gera eitthvað svona öðruvísi þetta næsta sumar, sumarið 2020. Og ég hafði alltaf, mér hafði dottið í hug að skrifa bókina um þetta. Og þekki þess að ritstjóra hjá Leo bókaútgáfu, sem tiltölulega ný bókaútgáfa. Var stofnuð jólin 2019, það bil, eða desember. Já, ekkert mikið eldri en bara þegar þú byrjar að og kíla á þetta. Nákvæmlega. Og ég sendi á hann hvort það sé svona áhugi fyrir svona bók, námsráða kvæðningar bók með andlegu íváfi. Og bara tekið vel í það strax? Já, hann þekki mig og sendi á eigandan og eigandinn tók vel í þetta og við fundum og svo bara var þetta komið í gang undir loka apríl og ég byrjaði bara að skrifa fullu og svo kom hann út í byrjun ágúst, rétt fyrir skólabyrjun. Hvernig tilfinning var það þegar hann var bara loksins tilbúin? Það var mjög, mjög góð tilfinning. Þetta byrjar í hausnum að þér, sem enginn sér, svo allt í hennu núna er ég að halda á. Einmitt. Er þetta ekki skriðin tilfinning? Maður er orðinn vanur þessu, það er komið 1,5 ár síðan en þegar þetta var að gerast þá var þetta dálítið súrrealískt. Ég var að viðurkenna það. Ég trúi því? Já. Ætlar að skrifa aðra? Já, ætli það ekki. Þegar það kemur, langar dálítið að þýða þessi verið á ensku sko líka. Þannig að... Já, ætlar að gera sjálfur? Já, ég er alltaf að byrja á því sko og mun náttúrulega að láta eitthvað fagaðila fara yfir og þannig. En já, það er alveg draumur sko. En langaði að skrifa aðra svona svipaða bók eða er það bara skáldsögu, eitthvað allt annað? Sko, allavega í svipuðum dúr eða svona kannski uppfæra útgáfu eða taka nokkur atriði betur fyrir. En svo hafði ég líka hugsað að taka skáldsögu sko og af því að þessi er náttúrulega svona hvað maður segja hafa hana, skáldsögu en líka kannski byggða á mínu lífi kannski frá 7. bekk og svona varpa ljósið bara á líf mitt og annar á mínum aldri og svona gera eitthvað skemmtilegt á því, eitthvað fléttu. Já, þú meira það er svona blanda. Já. Aðeins byggt á þinni reynslu en blanda síðan líka eitthvað sem þú búið til sjálfur. Já, einmitt. En þú veist, hafa önnur nöfn og allt það. En já. Ok, spennandi. Já, algjörlega. Annars sem lokkar ræðið áður fyrir mig topp 10 lista þinn. Við ætlum að taka svona topp 10 myndir. Ef þú ert kvikmyndaáhugamaður líka. Þá kan maður svo spyrja út í Sambjóin. Já. Þú ert að vinna þar? Vissulega. Ég er búin að... Hvað ert maður að vinna lengi þar? 5 ár. Það er tímið, sko. Ok, þú voru væntanlega að fíla þetta fyrst þú búin að vinna svo lengi þar? Já, það segir eitthvað, sko. Hvernig er að vinna í Sambjón? Það er mjög gaman og þetta er bara geggjum vinna, sko. Gott samstarfsfólk og, þú veist, góð stemning og náttúrulega bara, þú veist, einhvern veginn fólk er að fara í bíóskilur það er ekki mikið vesen að koma eitthvað upp á sem er nú ekki oft þannig að þetta er bara gaman sko. Já, fólk er að koma þess að hafa gaman það er ekki að, það er kannski ekki svo að vera á djamminu klukkan 3 til eitthvað vesen. Nákvæmlega. En þú ert að vinna, skilst mér, í Álfabakka? Já, rétt. Það er mitt æsku bíó. Nice. Ég er úr Breiðholtinu, þannig ég var alltaf... Já, meinar. Ég var alltaf í Álfabakka.
það er svoleiðis. Þykist þú væntum þetta bíó? Já, ég trúi því. Og hvað ertu að gera? Er þetta bara alls konar? Já, ég byrjaði náttúrulega, maður byrjar yfirleitt í shoppinni, að bara afgreiða og poppa og gera nachos og fylla á allt og þrífa stundu sali. En svo ég líka, ég sérst svona bæði í shoppinni og dýraverðinum, svona, hleypa inn og þrífa sali. Þannig að það er bara gaman, sko. Hvernig er munun að vinna í bíó þegar COVID og ekki COVID? Það er mikil munur. Hvernig er þetta búið að vera? Skrítið? Sko, já, áður en COVID var, náttúrulega, þá, og þegar vinsælustu myndirnar voru, þá var bara náttúrulega rugl mikið að gera og þú veist, kannski 10 á vakt, skilur, bara í shoppinni og nú er ekki mikið það. Við erum kannski... Því miður? Nei, einmitt. En vonandi fyrir þetta að koma. Þetta breytist í ár? Já. Guðan, ég er að vissu það. Ég er búin að segja það núna við nokkri gesti, ég er í ákvæm fyrir ári og ég er mjög bjarsýnn. Þetta verður gott ár og ég vil meina að bíóárið byrja núna almennilega með Batman í mars. En hvaða myndir að koma núna, sem veist að koma núna í sambjóðin? Kannski næstu 2-3 mánuðina. Svo spennstu fyrir? Náttúrulega Batman. Ok. Og svo er í sumar að koma Top Gun. Ég er alveg... Já, þú er spennt fyrir henni? Já, mjög spennt fyrir henni, sko. Ertu spenntari fyrir Top Gun heldur en Batman? Ég veit það ekki. Þetta er svona... Það eru náttúrulega ólíkar, en ég held sér bara svona svipa spenntur. Þú ert svipa spenntur? Samt einhvern veginn aðeins, þú veist, Top Gun... Já, ég held að hún sé svona... Ertu hrifnar á orðstu þóttum heldur en overtjum? Já, vel sko, og Tom Cruise kannski. Og Tom Cruise? Þannig að, já, mér langar bara svo, þú veist, hún kom út hvað, Top Gun, 1986. Þú veist, það er kannski svona meiri eftirvænting, fattari. Já, það er svolítið langt sem við fengum Top Gun mynd. Já, þannig að, en alltaf báðar bara í heimsklassa. Þú ætti að klála að sjá þar báðar í bíó? Já, algjörlega. Það sjálfsögðu. Ég get ekki sagt það en Batman. Nei. Ég sem vil Batman maður. Já, einmitt. Ég held að vera klikkumynd. Já, En ég er ekki spenntur Top Gun. Já. Sumir var að leiða mér. Ég var að tala kannski við félagið minna. Það er svona, ertu spenntur henni? Já, Tom Cruise að fljúa ykkur orðsþóttum og... Sjálfsögðu. Ég til í það. Trailin lukkar heldur vel. En það eru spennandi tíma framöndan. Algjörlega. Svo er að koma núna líka einmynd sem ég er svona pínu spenntur fyrir. Já. Jackass. Já. Ég veit að það eru fáránlegar, bara einhverju gaurar eitthvað að slasa sig og eitthvað. Jú. Ég hef lúmskaman að þessu. Já, þú veist. Það er alltaf gaman að hlæja. Að sjá hana? Já, það hlýtur að vera. Sjá þessa gaurar sem held ég að vera 50 að reyna að slasa sjálfa sig fyrir myndaðalina. Það er alveg respekt samt, sko, þú veist. Að einhver leiti. Það er ekki allir sem þóra því bara. Bæði í aksjón og bara út á því, sko. En ég þetta samt ekki svona pínu crazy. Þeir eru ekki tvítur. Þeir eru ekki ungir og vitlausir. Þetta er 50 kallar eða eitthvað. Spurning hvort þeir eru einhver börn og svona. Hver veit. Ég held reyndar að þeir eru ekki flest allir barnlausir. Já, það kannski gefur þeim eitthvað edge. Já, en ég hugsi að fara á hana. Já, jú, maður hlýtur að fara á hana. Mér langar að lúmst að sjá hana. Þótt þess ekki eitthvað svona high class cinema. Það var svona gana rugli. Já. Herðu, förum að kíkja á listæðin. Já. Top 10, þínar, er það bestu myndir sem þú séð, eða þínar uppáhalds, eða hvað varst að pæla? Sko, ég tók mínar uppáhalds, ég hlustaði hana á Ara og hann sagði svona sérstaklega bara uppáhalds. Ok, og Ari Ólafs, meistari mikill. Sjáttu þetta hann? Mikið sjáttu. Þekkir hann? Já, hann er líka með bókina mína. Já, það fyndið sko, ættingjar mínir bara hafa sagt að við séum dálítið líkir, eða bara mjög líkir, ég og Ari. Er það útlitslega eða kartin? Útlitslega. Þú veist, það er kannski minna núna, en þegar hann var í Eurovision, það voru allir bara, þú ert allir líkur Ara. Og ég bara, já, og ég sé það. Nei, það var, hvernig var hann í Eurovision? 2019, 18? Ég maður ekki. Ég vissi ekki svona hefði verið í Eurovision. Nei, já. En allavega, ég sé það sjálfur þegar við brosum, þú veist, það
það er eiginlega bara, já, við erum mjög líkir þá. Þeir eru mjög líkir þá. Já. Hvernig, bara fyrir forðinnis, sækir, af því ég dýrkara, hann er bara komið nokkuð sem þáttinn. Hvernig kynnstu honum? Sko, það má segja bara að það hafi verið fyrir tilviljun, en ég var sem sagt, bókin var nýkomin út og ég held að ég hafi verið að skuttla eða sækja einhver eða hvort við höfum bara farið. Hann að sem sagt, Ari var að halda eitthvað teiti. Já, og kynnust honum gegn okkur svoleiðis. Já, og það var ég með bókina skiluru í bílum, fullt af bókum bílum. Og hann fekk eintak áritaði sjálfsög og við tókum inn saman og tókum alltaf spjall það að mömmu finnst ég líkur honum og allt það sko. Það kom til tals? Já, það kom til tals og já, og hann er alltaf algjör meistari. Það er góður gaur. Já, mjög skemmtilegur. Skemmtilegur og flott strákur. Ok, þannig að þú valdi þína 10 uppáhaldsmyndir. Já. Rankaður myndirnar? Já, ég gerði það. Yes! Já. Ég þóra oftast ekki að biðja fólk það. Sumir treystir sig ekki til þess, bara treystir sig ekki í það að ranka myndirnar. Einmitt. En það er pínu svona skemmtilega. Já, þó að það hafi ekki verið auðvelt, eða þú veist allavega ekki öll sætin, sko. Nei. Og þú veist það er heldur ekki auðvelt að velja 10 myndir. Hafðirðu gert svona áður? Nei, í rauninni ekki, sko. Fannst þetta skemmtilega? Ekkert alvarlega, já. Þetta fekk mann til að pæla, sko. Hvað, Það er svo gaman fyrir ekki, það er svo gaman líka ef þú er aldrei gert þetta, að fá svona bara eitthvað challenge og hver er þínu uppáhaldsmyndir? Og nú þarftu virkilega að pæla, þú mátt bara hafa 10, það er gaman að sjá einmitt, hvaða 10 myndir á öllu þessu myndir sem þú séð, endi í topp 10. Mér datt einmitt sko bara einu hug í gær bara þegar ég var í gærkvöldi bara að keyra heim og já, þessi, já, hún er alveg á topp 10, þú veist, ég var bara búin að gleyma henni, en komst hún að lista? Já, hún komst að listan. Ok, þannig að einhver þurfti að detta út, eða varstu kannski ekki búin að gera lista? Já, sko, ég skrifaði kannski alveg 15, tæplega 20 myndir og svo bara þurfti ég að sikta út sem var alveg erfitt. Þú þurfti að kött út heldur góða myndir? Já, mjög. En ég sérst, já, þetta er svona uppáhalds mínar, persónulega. Þannig að það er alveg mjög góðar myndir sem þurftu að fara, sko. Já. Lútilegra haldi, en Ertu sáttur með hann að lista? Þú stendur með lista? Já, ég verð að segja það, sko. Og ég er svona eiginlega bara að taka loka ákvörðun varandi, ég er með 11. Já, ég er með 11 og ég þarf að kötta eina út til að ákveða hver er í 10. Eða við köllum bara þáttinn topp 11. Eða við köllum þáttinn, já, vissulega. Það er þetta pínu fyndið. Fæ ekki hafa bara 2 í 10. Nei, höfum bara 11. Já, ok. 111, ég hef þekkt til mín Fannar Gilbertsson teiknara og hann gati ekki gert 10 og mér minnur ég að kalla það þátt að gera 15, topp 15. Já, meinar, nice. Þannig þessi verður aðeins öðruvísi, þetta verður topp 11. Já. Er það ekki bara góð tala? Góð lausn? Já. Þá þarf ekki að kötta út með mynd? Ég fíla það. Ok, þannig að þú rankar þessar myndir. Já. Og ég veit ekki hvað valdir. Mér finnst skemmtilega að fá fólk til mín sem er svona topp 11 lista. Nákvæmlega. Og þegar ég veit ekki myndirnar, þá líka er ég jafn spenntur og hlustundur að bara, ok, hvað er að fara að koma? Því við þekkjumst ekkert, við erum að kynast núna í fyrstskipti. Ég veit ekki, fílar eru hryllismyndir, eða fantasíu, grín, drama, kannski fílar eru últra raunverulega myndir, kannski bara eitthvað Star Wars stótt, ekki hugmynd. Þannig mjög spenntur, byrjum bara á þessu, hvaða mynd er þá í 11. sæti? Já, það var valmiðl 2, en í 11. sæti er Dark Knight, Batman Dark Knight. Ok, Dark Knight, já. Hún er talin af mörgum vera bara einn besta, ef ekki besta ofurðuminn sem verið gerð. Já. En hún kemst bara í 11. sæti við þér. Já, hún er svona, þú veist, hún er ekki nógu, persónuleg. Hún er ekki nógu miklu uppáldi, en þú veist, samt bara sturluð mynd. Já, hún komst á listan hjá þér. Já, nákvæmlega, hands down. Ok. Hvað er hún ekki, þú veist, á IMDb 4. sæti eða eitthvað? Jó, Nolan ánáttúrulega sína fanboys sem að dýrka allt sem hann gerir. Jú, já. Ég veit ekki alveg hvað finnst þú það að sé í 4. sæti. Nei, ég skilji. Svolítið hátt. Já. Er það besta Batman-myndin? Já, en mér finnst Batman Begins líka sturluð, þú veist. Hvernig finnst þessi þríleikur? Hann er mjög góður. En já, ég verð að segja Dark Knight standi upp úr af því að þú veist, bara, hún er svo episk
Hvað er það við hana sem svona gott eða skemmtilegt? Náttúrulega frábær og framúrskarandi leikur, þú veist, Heath Ledger já. Átt hann skilja Óskarinn? Já, klárlega. Ég er sammála. Ekki spurning, sko. Hann náttúrulega, já, bara Rosalur. ólýsanlegt, sko. Og náttúrulega leðilegt bara, hvernig fór fyrir hann, sko, þú veist. Það er náttúrulega ekstra sorglegt einhvern veginn að því hann deyr á hana myndinni frumsýnd. Já. Þannig að hann fær ekki að sjá okkar viðbrögð við hans framistuðu. Náttúrulega, já. Þetta er rosalegt, sko. Ég meina, við erum ennþá að tala, þessi mynd kom út 2008 Já. og við erum ennþá að tala bara hans framistuðu þessari mynd. Og þessi mynd kemur reglulega upp í podcastinu. Já. Mínu. Já. Fólk er að tala Dark Knight, Heath Ledger, Jokerinn. Er þetta besti Jokerinn? Eða skemmtilegasti? Sko... Þú væntanlega séð hína. Já, ég sá Joker myndina. Hvernig varstu Phoenix? Bara frábært líka. Er hægt að bera það saman? Sko, mér finnst, já, náttúrulega, en samt smá svona herslumunur á þeim, einhvern veginn. Phoenix er kannski svona eins og raunverulegri útgáfa. Já, einmitt. En náttúrulega bara frábær leikur hjá báðum og þú veist, ég íkvaði alveg Joker myndina á þennan lista, sko. Hún komst ekki? Nei, hún komst ekki. Ok. En Ertu mikill ofurhugaðkall? Sko, já og nei. Ég var, þú veist, þegar maður ungur, þá var maður alveg átti Batman búning og eitthvað svona, skilur. Já. En og náttúrulega maður, já, tengir alveg við ofurhugaðkall þegar maður lítill. En svo, þegar ég var svona 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kannski líka, þá var maður svona ekki þar, sko. Þá var maður frekar bara, já, og líka bara svona... Ég er 39 ári ár og ég elska Batman. Já, það er líka fallegt, sko. En svo þegar ég var, já, ég var líka meira bara í svona raunverulegri, á raunverulega vagninum þá. En svo þegar, 2018, þegar, þú veist, Black Panther og Avengers koma og það þá svona, þá byrjaði ég að fíla þetta meira. En varst ekkert búin að vera, því það byrjaði Iron Man gefur alltaf 2008, varst ekkert búin að vera mikið inn í Marvel? Ekki mikið, sko, ég get ekki sagt það. Var kannski búin að sjá Captain America og Iron Man, en annars var ég ekki mikið inn í þessum heimi, sko. Þannig að þegar Avengers Infinity War og Avengers Endgame kom út, þá varst ekkert eitthvað að deyja spennu? Nei, ég get ekki sagt það, en ég var að deyja spennu fyrir Endgame. Ok. Infinity War, þú veist, ég fór bara á hana og fíla hana bara í botn. En þú varst ekki einn af þessum nördum? En ég er búin að fá fullt af nördum til mig sem bara, þetta er bara uppáhaldsmyndum þeirra. Það er Infinity War og Endgame. Já. Ég skil það vel, sko. Það er samt pínu gaman núna að fá okkur sem er bara, já, ég sá hana og... Já. En þannig ég get ekki sagt að ég sé einhver svaka ofurhetju maður, en þú veist, ég fíla sérstaklega Marvel og Batman. Að því núna eru þær svolítið mikið þessu ofurhetjumyndir, sérstaklega auðvitað Marvel. Svolítið svona heldaka bíóinn. Jú, vissulega. Hugsaðu á stundum með það bara svona, já, við erum búin að fá 20 og eitthvað Marvel-myndir, ekki alltaf að fá eitthvað nýtt. Ég er allavega þar. Já, einmitt. Þú veist, stundum, sko, en þetta er samt alltaf það, veist, ég fór alveg á Eternals, til dæmis. Já. Hún var alveg hana, já. Mér finnst hún fá meira heit en hún á skilið, sko. Eða, okay. Hún verðskuldar meira appreciation. Þú veist hún ekki verið eins leðilega svo flestir segja? Nei, í rauninni ekki. Mér finnst hún alveg góð, sko. Okay. En þú veist. Gaman að heyra það, einhver að rósa í töfn. Já. En þú veist, þú jafnast ekki þá við Avengers eða slíkt. En þú skemmt þér í bíó? Já. Maður var ekki að gispa að somna, sko. Ok, en af þessum overtjum, við erum aðeins búin að tala um Batman og svona aðeins komin á Marvel. Þú ert kannski ekki einhver hardcore overtjugaur. En er Batman svona uppáhalds overtjugin? Finnst hann flottastur? Hvað er þetta þar? Já, ég held að maður verið að segja það, sko. Af svona... Bara karakterinn sjálfur? Já, af svona góðu overhitjunum. En ég veit ekki, myndum að þér flokka Thanos sem overhitju eða? Já, þú meina, er hann meira uppaldiðar heldur en Batman? Hann er bara svo... Karakterinn hans hann er magnaður, þú veist. Ég elska hann karakter. Absolutt. En það sem hann vildi gera, og það sem hann gerir, já.
bara drepur þarna helmingi bara allir lífi. Já. Skildur hvað hann var að tala um? Já, en þú veist, Og væntanlega get ekki ekki sagt sammála. að það sé réttlætanlegt, nei. En það er samt, þetta var svo, þú veist, bara allt við karakterinn og þú veist, ferlið að ná öllum steinunum og allt það. En, þú veist, bara, hann svo episkur karakter. Hann er það. Bara unstoppable gæi, bara á Æðislegur. heiminn, já, Mhm. þegar hann er komið með alla steinuna. Þannig að þú velur eitthvað svona supervillain frekar en superhero. Sko, ætli Batman sé ekki í efsta sæti, en svo komið Thanos þannig að vestir. En Thanos má alveg, Guðjón, Thanos má vera nummer 1. Já, ég veit það. En þú veist, nei, af því að... Hvort er þetta skemmtilega að horfa á? Fannst þetta skemmtilega að horfa á Thanos og hans svona ferð? Eða finnst þetta skemmtilega að horfa á Batman? Þetta er spurning, sko. Þið langast að segja Thanos. Svona bæði og, sko, af því að, sko, mér finnst Batman Begins náttúrulega, mér finnst hún líka mögnuð, sko. Já, hún er ekki. Já, þú veist, why do we fall? So that we can learn to pick ourselves back up. Já, það er, mér finnst það geggjulína, til dæmis. Það fullt frá það línu mínu. Já, ég fíla, þú veist, það er svo gaman við margar bíómyndir. Svona, þessi quotes, sko, þú veist. Það er svo mörg góð skilaboð í bíómyndum. Það er ákveðin speki í þessum myndum Já. og sem skilur eftir og risti djúpt hjá manni. Ángríns, það er bara, Ég meina, það er bara það sem er fallið við list. nákvæmlega. Yfir höfuð. Þetta er náttúrulega bara list. Ég meina, þú getur líka heyrt kannski bara eitthvað bútur, eitthvað texta, eitthvað lægi, eða lesi bók, jafnvel sé hort og fallið málverk eða eitthvað sem er risti djúpt. Algjörlega. En já, bíómyndir, við erum að tala um bíómyndir, þannig að Vissulega. það er rétt hjá þér. Það eru flotta setningur Batman Begins, en þið langar samt að segja Thanos. Segjum Thanos. Já, segjum Thanos, Það er já. uppáldið, það er Thanos. Þú veist, hann er bara svo episkur, þú veist. Það, svo líka þegar hann er búinn að, en já, þú veist, ég get alveg sagt að Infinity War er á listanum, þannig að, þú veist, við tökum. Ekki segja hvað hann er, Nei, það kemur í ljós. Nei, já. Ok, þú er búin með Dark Knight í 11. seti. Já. Hvað er með 10? 10. er Catch Me If You Can. Já, Já, það er, áhugavert. hún er svo skemmtileg. Og líka það, ég er mikill aðdóndi að myndum sem eru byggðar á sönnum atburðum. Þannig að... Ok, þar eru að fá mig. Þetta Já. sagði í byrjun þáttarins, bara ok, ég veit ekki hvar þinn smekkur liggur. Einmitt. Ok, þannig að þú fíla myndir sem eru byggðar á sönnum atburðum. Þetta er vissulega sönn saga. Nákvæmlega. DiCaprio er í henni og Tom Hanks. Aha. Hvað er svona skemmtileg þessu mynd? Fyrir utan það að hún er byggð á svona þessu. Bara þráðurinn, eða þú veist. Er þetta skemmtileg saga? Já, mjög. Þetta byrja náttúrulega hvað að mamma Abagnale, Frank Abagnale, er að hvað halda fram hjá babbanum og það ristir greinilega djúpt hjá Frank og svo byrjar þessi, pappan sé ykkur erfiðleikum með vinnuna á fyrirtæki sitt ef mann rétt og og svo byrjar bara þessi atburðarás og hann fer að falsa tjekka og næra þú veist spila sig sem lækni flugmann og lögfræðing þú veist, lögmann Ég man ekki alveg hvað hann var gamall, var hann ekki frekar ungur? Jú, ég held hann að vera undir 25? Undir 20, sko Já, það er svolítið síðan ég sá hann Ég las mér eitthvað tilmynd í gær, sko af því að Var hann yngri en Já Jesus. Og hann hafa plata bara fullt af fólk Já, og bara einu skrif alltaf undan FBI og bara, þú veist, pældi í þessu Þetta er rugl Já, þetta er rugl, maður þarf alveg að vera klár til þess að geta þetta bara. Ef að þú vissir ekki þetta væri byggt sannari sögu Já Hefðu verið trúið að þetta væri sann saga Þetta hljóma svo fáránlegt Mitt, sko ekki fljótubræði, sko Það er ungur, hann er að gera ég man ekki alveg hvað hann er lengi en hann er að sleppi svolítið Já, tíma þetta er alveg einhverjir mánuður held ég og svo er hann alltaf að flýja, þú veist þegar hann er náð, sko Já, þetta er ótrúlega saga Já, þetta er mögnuð saga Ertu hrifin að DiCaprio sem leikara? Já, mjög, hann er magnaður, sko Er hann einn af þínum uppáhalds? Já, það verður að segjast eiginlega að segjast Á hvað er svona skemmtileg leikari? Hann var svo góður og karakterinir sem hann leikur, persónunar Vel hann spennandi myndir? Já, þú veist ég held hann velji
taki mjög ígrundað og úthugsað val, sko. Eða, þú veist, hann verður náttúrulega að gera það. Og hérna, já, ég myndi segja Leonardo og McConaughey séu... Matthew McConaughey? Já, ég held að þeir séu svona... Þeir eru þínir uppáhaldsleikarar? Já, ég held ég verið að segja það. Ok, ég ætla að koma eitt gisk núna. Já. Ég ætla að giska að Interstellar sé á listan. Sko, ég ætlaði mér að horfa á hana áður en kemminga. Ég náði því ekki, ég hef séð hana, sko, þetta er alveg vandræðilegt, en ég sem sagt fór í fyrra þegar Sambjón var að sína gamlar myndir út á COVID. Þá fór ég á Interstellar, sko. Og var það í fyrsta skipti eða varst bara reynu? Það var fyrsta skipti, sko. Ok. Og hérna, já, ég fór með vinum mínum og ég sofnaði á myndinni. Manstu hvað þú náðu langt á hún sofnar? Varstu kannski komin í helming? Ef að segja kannski svona 45 mínútur og þá sofnaði ég og svo vaknaði ég aftur og ég held ég endanum. En hefur aldrei síðan að heila? Nei, það er alveg til ákveðina skammar, sko. En þú veist, ég íhuga hana samt af því að ég man alveg hvað hún var góð, skilur. Ég sá kannski svona 60-70%. Ok. En ég samt fein og sett henni ekki að lista. Já, ég hef ekki getað gert það, fattaru. Ég hef kannski gert að ég hef náð að horfa hana áður en ég kemi, en ég horfði eitthvað aðra myndir sem náðu svo ekki á listan. En, þú veist, það var alveg sekandi. Ok. Þetta var bara að giska mér, því að hann var með konur í henni. Algjörlega. Og það er rosamarkið dýrkisa mynd. Já, ekki tónlist og hérna. Þannig að þú náður ekki að klára hana. Já, nei. Mér finnst það heldur gott. Ég er samt ánum að setja ekki listað að þú þá verið fyrsta manneskja sem kemur í topp 10 þáttið mér sem ert ekki búin að klára ákveðna mynd á lista. Já, það er ekki hægt, sko. En það verður pínu skriðu. Það er gott að hann fái einhver umræði af því að, þú veist, það er svona, þú veist, pælingarnir inni og heimspekin og þegar þið fara á hana plánundina og þá líður tíminn öðruvísi. Já, og hérna, allt það. Ok, Catch Me If You Can er í 10. seti. Það er mynd eftir Steven Spielberg. Ertu hrifin á honum sem leikstjóra? Já, er hann ekki ákveðin? Er hann ekki upp þér á listanum? Steven Spielberg, Christopher Nolan og Tarantino. Eru þeir ekki svona? Ég myndi alltaf að segja... Þú segja þessi þrír? Já, ég myndi segja það. Já, var þínur uppáhalds? Eða svona, finnst þér að vera þessi bestu leikstjóri? Já, ég myndi segja það. Þú veist, ég er ekki endilega gæðin sem svona pælir eitthvað mikið í hverju leikstýra skilur. Ertu meira pæl í, eins og þegar þú ákveður að sjá okkur mynd, hvað er það sem selur þér að sjá hana? Er það leikarnir? Er það leikstjórinn? Þú talar kannski um þetta ekkert mikið að pæla í leikstjórum. Er það bara söguþróun? Er það trailerinn? Klárlega hérna þráðurinn og trailerinn hefur áhrif og leikarnir. En í kannski þessi röð? Já, örgulega. Þú heyrir eitthvað svona skemmtilegt koncept og bara, þetta er að tjekka þessu. Já, held það sko. Ok. Leikstjórinn er náttúrulega, ef við veit hverju þeir eru og veit að þeir eru góðir, þá er það náttúrulega plús. En ég er ekki að fara að sleppa því að sjá okkur mynd, þú veist, byggt á leikstjórunum. Nei, ég skilji. En þá er það ekki nóg fyrir mig að segja kannski einhvern leikstjóra. Nei. Þú er ekkert strax spenntur. Nei. Þú þurftir að sjá svona, heyrum hvað væri og svona trailer og svona. Algjörlega, já, ég myndi segja það. Ok. Það er klart mál. Ok. Þannig að Spielberg, jú, ég myndi segja að hann voru upp þér. Hann er með svakalega katalóg af myndum. Hann er ekki búin að gera þetta er svo breytt svið. Hann gerir Schindler's List, Jurassic Park, Indiana Jones, Catch Me If You Can. Já, þetta er alveg magnað, sko. Þetta er svo svakalegar myndir og ólíkar. Já, mikil hljóðbyrni. Tom Hanks er í Catch Me If You Can. Þú hefur honum? Já, sjálfsög. Hann er magnaður leikari. Þú veist, það er alveg marga myndir sem eru í eftirleiti hjá mér, en komist heldur ekki á listan. Ok, og ég er spennt að sjá restina af listan. Eins og Da Vinci Code og Inferno, sú röð, sko. Já, þú strifin þeim? Já, verður að segja það. Ok, lastu bókina, eða bækuna? Ég er ekki búin að því. En ætlar að gera það? Já, það lítur að vera. Þetta var svo svakalega stór bók sem tíma. Já, algjörlega. Ég er ekki búin að lesa hann í sá myndinar. Já. Ok, Tom Hanks, hann er ekki á listaninu. Allar ekki önnum myndum á hann. Það er engin Forrest Gump. Nei. Það er engin Saving Private Ryan. Ég íhugaði hérna Forrest Gump, klálega. Þú ert sérst búin að sjá hann að þér finnst það þá væntanlega góð. Já, hún er mögnuð, sko.
En þú veist, eins og ég segi, ef þetta væri listi yfir bara bestu myndir, fattaru, þá væri hún líklega þar. En þessi listar eru skemmtilegri, Já. uppbólds. Aha. Bara hvað finnst þér skemmtilegast? Nákvæmlega. Ok, hvað er næst hjá þér? Eru ekki konin í 9. seti? Jú. Hvað er maður? Þar erum við að tala Good Will Hunting. Ok, frábær mynd. Mjög svo. Hún gerist náttúrulega að miklu leyti í skóla. Já. Það ekki, var hann ekki að vinna sem... Í háskóla. Já, var hann ekki einhver húsvörður, en Jú. var síðan einhver svona starffræði snillingur. Já. Hann svolítið sín sá hana. Einmitt. Hann sérst að vinna hana, skora gólfinn og já. Og hann sérst starffræði prófessor sem er bara með starffræði tíma. Var það Robin Williams? Nei, Robin Williams er sálfræðingurinn hans. Já, alveg rétt. Svo er prófessorinn, ég man ekki hvað leikarinn heitir. Ég líka þannig, sko. Ég pæli ekki mikið, sko, ég pæli bara ekki mikið í hvað leikarinn heita, fattur við. Ég veit marga myndir sem þessi leikari hefur tekið þátt í, skilur. En maður skilur ekki akkurat nafni á leikar. Nei. Þess maður náttúrulega á helstu, og sama kannski bara með, sko, tónlist, allavega á yngri árum, þú veist. Maður heyrði oft lög, maður var ekki að pæli í hvað þau hétu, skilur. Nei, maður þekkti þau, fattur við. Ég skilur. En Good Will Hunting, frábær mynd. Af hverju valdur hana? Hvað er það við hana sem að þú fílar? Ég raunin bara, þetta er svo eitthvað, hún er svo emotionally, já, svona touching og þú veist, hann er hana, já, einmitt, starffræðiprófessorinn, hann setur eitthvað dæmi fyrir bara hópinn sinn, sem hann er að kenna, setur það sérst fram á töflu, þar sem í rauninni allir geta séð. Og þá rekst Matt Damon, sem er að leika aðalkarakterinn, á þetta dæmi og hann er sérst, já, bara starffræði snillingur í rauninni. Og hann leysir þetta bara, piece of cake. Og hann skrifar á töfluna svarið? Já, mitt. Og og það fattar enginn fyrst, sko, hver þetta er sem er að leysa þetta. Og svo kemur næsta dæmi, þetta er annað. Og þá sér prófessorinn, þá leysir hann það aftur og þá sér prófessorinn. Hann skrifa það, hann sér Matt Damon skrifa það. Já. Þannig að þar svona uppgötvast hann. Og svo lendir hann þannig í, Matt Damon, hann lendir í, hann er alveg svona ákveðin vandrakemsi. Já, var það ekki? Jú, hann hafði flakkað á milli fósturheimila og átti bara erfið æsku. Var það ekki smá svona göttustrákur, svona þannig típa? Jú, hafði verið beittur ofbeldi og lifði í einhverju, já, svona. Það var svona erfitt líf? Já, erfiður uppvöxtur, sko. Hvernig var það? Fékk hann síðan inngöngu í skóla? Nei, þetta var þess að prófessorinn, já, lenti þess að í slagsmálum með vinur sínum og fór fyrir það í gæsluvarðhald og svo fyrir rétt. Prófessorinn, já, hann var þess að dæmdur sekur, bara hann kýldi líka lögregluþjón þegar löggan kom að stoppa slagsmálin. Prófessorinn talaði við dómarann og fekk hann til að fallast á það að ef maður ekki okkar karakterinn heitir, ég var svolítið að horfa þess að myndi í vikunni, sko. Guðjón, ekki sterkast að liði, það mun okkur svona karakternafn og leikarna. Þetta er sakalegt, sko. Allt í góðu lagi? Já. En fór hann að læra, ég man ekki alveg hvernig það var, fór hann að læra í skóla? Hann prófessorinn tók hann bara undir sinn væng, sko. Og í rauninni fóruð þeir bara að leysa saman fullt af erfiðum dæmum. Var þetta bara hálfgerð einkakensla? Já, í rauninni. Hann tók ekki þátt í hefðbundna náminu, sko. Og svo, já, hann átti að vera þar hjá honum og svo átti hann líka að fara í sálfræðitíma. Það er Robin Williams? Já. Og hann flakkaði á milli sálfræðinga og var bara, þú veist, bara fokkið, bara messa, þú veist. Að því hann var súperklár. Já, og bara taldi sig ekki þurfa á þess að halda eða vildi það bara ekki, vildi ekki rifja upp minningar og erfiða minningar bara. En svo kom Robin Williams og hann var frábærinn öllum öðrum öðrum sálfræðingunum. Þú hefur áhuga á sálfræði? Já, vissulega. Ertu ekki stefnað að fara að læra það? Jú, ég er byrjaður, þannig að, þú veist, ég alveg hef gaman á svona myndum þá, líka. Hvað er það við sálfræði sem við svona áhuga? Í rauninni bara, ég hef alltaf
pælt mikið í manninum og bara af hverju Og hegðun á, já, hegðun, tilfinningar, hugsun og örlög og svona innri heimur og svo meira byrjaður að pæla bara svona í heiminum almennt bara, þú veist Bara öllu saman? Gangi, já, þú veist Heimspekipælingar Já, ég heyrði, þú ert þú ekki á því að við séum sagt sálir, ekki? Jú, Já. ég trúi það. Já, ég þar líka, sko. Ok, En þú ert svolítið andlega þengjandi. Þú, eins og Já. sagðir, eru ekki í bókinni, svolítið svona andlegur líka... Jú, með andlegu ívafi, sko. Þannig að... Já, þú trúar að við sem við sá? Já, mér finnst bara of margt benda til þess að við séum það ekki, sko. Af því að dæmi fólk sem hefur sem man bara hvað í fyrralífi. Bara litli krakkar sem segja bara staðreyndir sem enginn ætti að vita. Það er skrítið. Já, þú veist, þannig að og líka bara reynslusögur fattaru frá fólki, bæði sem ég þekki og bara sem maður hefur reykst á. Trúar á líf eftir dauða þá? Já, þú veist, sálinn lifir áfram. Já. Og og já, klálega. Já. Hvort að sálinn komi aftur á jörðina eða fari eitthvað annað, eitthvað aðrar vítir eða aðrar plandir, þú veist. Þú ætlar að trúar á möguleikana að sé eitthvað meira? Þú veist, ég náttúrulega veit þetta ekkert fyrir víst, það sjálfsögðu ekki. Nei. En þess er líka alveg gana að pæla í þessu, því að við fáum örgulega aldrei svar við þessu. Einmitt, nema kannski þegar við förum yfir móðina miklu. Já. En, já. Það er gana að sjá hvað gerist það. Aha, vissulega. Myndirðu segja að dauðinn hræðir dauðinn þig? Sko, hann gerði það áður en ég byrjaði að trúa þessu, sko. Eða þú veist, allavega meira en gerir núna, fattur við. Þannig að, nei, ég get ekki sagt það, sko. Nei, þú veist. Ég trú alveg staðfastlega á, þú veist, það er eitthvað meira en það sem ég sjáum. Það er bara svo leys. Maður hefur alveg, ég hef ekki séð neitt, fattur, en ég hef lent sjálfur í og fundið og já. En svo eru náttúrulega margir sem sjá til dæmis aftur liðna. En eins og með það, drauga. Já. Ef þú sést trú á sálir, að við séum með sál og að hún geti lifað áfram, eða lifað áfram, trúðu á drauga? Já, ég trúi, en þú veist, ég hef ekki orðið var við sjálfur, sko. En ég þekki alveg fólk og veit fólk sem hefur séð og sér og já. Þannig að... Ég meni, ég trú á draugar. Já. Þú veist, við sem manneskjur sjáum bara, þú veist, rófið af raunveruleikanum, eða fattar við, kannski svona, en við sjáum bara brot. Við sjáum frekar takmarka. Já, þannig að þú veist. Já. Er ekki líka svolítið að við pælum í þess, svo höldum við að tala um bíómyndir. Við skáum að taka smúnd. Já, einmitt. En ef við gefum okkur það að sérun ekkert meira, segjum það bara, að það er engar sálir, það er ekkert framhalslíf, það er engir draugar. Er það ekki svolítið pointless? Einmitt. Segðu, jú, í rauninni. En ég finnst það. Já. Það væri dálítið, já, kannski ekki alveg pointless, en samt sem áður, þú veist, þá myndi þetta hafa allt einhvern veginn svo minni meiningu, af því að, já, ég trúi, við komum hver og einn sálinga með einhvern tilgang. Við ætlum að gera eitthvað, og þú veist, og einmitt þannig að í hvað þætti var það sem tókst þessar pælingar? Eitthvað svona heimspekidót? Já. Ég er stundum dótt í eitthvað svona stuttspjall. Já. Það er nokkur þættir. Þið fóruð að tala var það Hans, heitir hann það? Nei. Já, ertu Hans og Ígor? Já, Hans og Ígor, já. Jú, við tókum, ég og Ævar tókum svolítið spjall. Einmitt, já. Þú veist, þið voru að tala hvort þetta sé ákveðið fyrirfram eða ekki. Hvað ert þú með það? Trúur á frjálsan vilja eða örlög? Sko, ég trúi að sé svona, það eru ákveðnir, hvað segir maður, milestones eða það er ákveðin braut sem er sett fyrir okkur. Fyrir hverja einustu sál, já, í rauninni, já. Þú heldur það? Já, okay. En þú veist, við höfum samt alveg frjálsar vilja, þú veist, en ef við förum of langt út af brautinni, fattar við, of langt frá okkar tilgangi í rauninni, að þá gerist eitthvað til þess að við förum aftur inn á rétta braut, þú veist, hvort sem er burnout eða áfall eða
skilur. Já, ég skil. Þannig að þú trúir henni kannski á eitthvað svona smá bland af þessu. Já. Við höfum klárlega frjálsan vilja, skilur. En Innan ákveðna marka. já. Er það þá samt frjáls vilji? Ekki að öllu leyti. En þú veist, já. Ég meina, Mjög svo kannpæli þessu. við höfum ekki einu sinni frjálsan vilja í innan bara samfélagslegum skilningi, fattar við. Við getum ekki gert allt án þess að hafa einhverjar afleiðingar, fattar við. Já, meina eins og ef að ég myndi vilja brjóta eitthvað af mér, þá get ég ekki út af því að samfélagið banna það. Já. En þú veist, í aðri skilningi eða svona heimspekilegum skilningi, þá, þú veist, nei, við höfum ekki frjálsan vilja öllu leyti, fattar við. Þetta er þungt og dót, sko. Þetta er, þú veist, eins og segi, þá held ég að sálinn komi með ákveðin tilgang, fattar við. Og sumir deyja bara áður en þeir deyja, fattar við. Þeir bara hætta að lifa eftir sínum sálartilgangi og neistinn slöknar og þeir bara svona autopilota gegnum lífið. Og þá koma þeir aftur, fattar við, til að ná framfylgja því sem sálinn þeirra á að. Ef ég kom til að spyrja þig, ef þú kannar mann pæla þessu, bara Guðjón, hver er tilgangur lífsins? Já. Þú er bóttið bælt. Já, að sjálfsögðu. Hvað myndir þú segja við manneskjum til að spyrja bara, hver er tilgangur lífsins? Svona almenn tilgangurinn, sameiginleg tilgangurinn fyrir alla. Það er náttúrulega bara að láta gott að sér leiða og njóta lífsins og koma vel fram með aðra. En svo höfum við öll svona persónlega tilgang, skilur við. Hvort sem það er að Er það að tala um einhverja drauma eða markmið? Já, algjörlega, þú veist. Þannig sálarlega tilgang, hvort sem er, að kenna eða vera atvinnumæður í einhverju íþrótt eða, þú veist, stofna fyrirtæki eða eitthvað. Það getur náttúrulega verið svo margt, skilur við. En tilgangur lífsins er bara að, vaksa sem manneskja, þú veist, elta sína drauma, fylgja hjartanu og... Af hverju er það mikilvægt? Það er bara eina rétta í stöðunni, skilur við. Maður er að fylgja sín eigin hjarta, af því að... Verður þú betri einstaklingur fyrir vikið? Já, klárlega. Þú veist. Já, við erum náttúrulega bara líka hönnu fyrir vöxt, skilur. Ef við erum ekki að vaksa, þá líður okkur ekkert sérstaklega vel, sko. Ef við stöndum bara í stað, þá... Já, bara á staðunnar? Já. Það er ekki gott. Þá stöndum maður í... Þá byrjar maður að hraka alla, myndi ég að segja, andlega, sko. Hversu mikilvægt er líka fyrir alla að hafa eitthvað svona markmið eða drauma? Mjög svo, þú veist. Finnst þér allir hafa það? Finnst mér allir hafa það? Nei, ég get ekki sagt það, sko. Eða, þú veist, en ég held að allir innst inni, fattar við. Já, viljið það, en svona kannski þú er ekki að taka á skarið. Einmitt. Það hafa ekki allir markmið, en þú veist, það er mjög mikilvægt. Maður verður að hafa eitthvað stefnu, þú veist. Skip án stýri, sko. Það lendir bara eitthvað staðar. Það hafnar bara eitthvað staðar. Ég er 100% samanlega. Markmiðin eru dálítil stýri og áttaviti, sko. Gefa manni, og maður verður að setja sér gildis hlaðin markmið sem er í samræmi við mann sjálfan, skilur við. Þú veist, ef maður elskar, segjum að maður elski bara, til dæmis bíómyndir eða eitthvað, af hverju ætti maður þá að setja sér það markmið að verða smiður? Af því að einhver annar segir það eða eitthvað, fattur við. Algjörlega. Þú veist, það gengur ekki upp. Algjörlega. Þú bara, þú mynd fyrir en síðar fá það í bakið, skilur við. Og, já, þú veist, eins og þú ert að gera þennan frábæra þátt, skilur við, og takk fyrir það. Þannig að fílar það og þá bara að fylgja hjartanum, skilur við. Já. Þannig að það borgar sig. Það fyllir mann lífshamingju. Já, þú veist, frekar myndi ég myndi persónulega vinna við eitthvað sem er kannski ekki með mikið laun, fattaru. En ég elska, því að þá er það ekki vinna. Þá, þú veist, fattaru. Já. Og í staðan fyrir að vinna við eitthvað sem gefur betri laun, en þú hatar. Já, þú veist, tekur sín tóll andlega, félagslega, og þar á leiðandi bara á alla vegu, fattaru. Og þá kannski leiðist út í eitthvað sem bara, já. Ég er alveg hjartanlega saman þér. Ég stið þetta heilsugar, þessa pælingu. En ég verð að spyrja þetta eitt, svo fyrir aftur að tala um bíómyndir. Já. Eitt stutt bara. Þú er áhuga á sálfræði. Já. Þú er áhuga á andlegum málefnum. Meira þess að hugsa kannski, þessi sál og kannski til í öðru lífi, þessi manneskja búin að lifa fyrir lífa baki. Já. Hvar ert þú
í sambandi við þessa gömlu spurningu nature versus nurture. Já, meinar. Nature versus nurture. Sko, hvað aftur nákvæmlega mynd með nurture? Basically bara, Þessari... hvort skiptir meira máli? Er það genin? Er það Já, uppbyldið? já, einmitt, Er það umhverfið Þetta er eða náttúrulega- er það fættur? Þetta er náttúrulega endalaust deila í sálfræði heiminum. Ég veit það. Þess vegna var ég að spyrja. Já, einmitt. Þú getur ekkert sagst úr að læra sálfræði og hafa áhuga á þess að fá þessi spurningur. Það er rétt. Sko... Hver er svona þín svona gut feeling, bara eitthvað, Já. ég held að þessi frekar svona heldur en svona. Ég held að umhverfið spili stærri rullu, sko. Já. Ég held að það fari ekkert á milli mála, sko. Mhm. Genin þau hafa eitthvað að segja, fattur Já, algjörlega. en Það er einhvers konar blanda. úrslita áhrifin hefur umhverfið, held ég, sko. Bara klárlega því að það, já, þú veist, eins og margir hafa sagt, give me a child for 7 years, þú veist, ef þú gefur mér barn frá því að það fæðist og ég bara hef umsjá með því þangað til að vera 7 ára, þá bara, af því að þau fyrstu 7 árin eru líka talin vera bara Mikilvægust. afgerandi, já, hafa bara afgerandi áhrif, fattur. Þá er svona, þá ert í þessu alfa eða þeta steiti, bara þú veist, Heilinn þá. já, og þú veist, þú ert bara hluti af öllum heiminum og það er verið að prógrama þig þá, í rauninni, undir meðvitundin, þetta fer bara allt beint þangað. Að það er svo opinn Já, í heilinn eða svona að læra á. þú ert bara svampur, skilur fyrir öllu, og ef þú lendir í ykkur svakalega eins og áföllum, þá hefur það bara áhrif á þig, bara restan af lífinu, og veist ekki eins og kannski hvað þau ert fullorðin, fattaru, og þannig að klárlega hefur nurture meiri áhrif en nature líka, ykkur. Ég myndi segja að þetta væri svona 75-25. Já, ég er búin að pæla mikið í þessu Já, og ég er sammálaður. já. Ég sá mjög áhuga heimildamynd, bara stuttum hana, hún heitir Three Identical Strangers, Já. minnum að lögreglega, það er heimildamynd, Já. þríbura, Já, þeir eru allir teknir, þeir eru fættist, fór allir á sikkurt heimili og þetta var basically bara tilraun Já. og ég veit ekki hvort þú séð hana, þekkir þessu mynd. Ég held ég ekki að sé hana, en þú veist, ég hef heyrt af svona einmitt dæmisögum, sko. Og þetta er náttúrulega siðferðilega er þetta rámt að gera þetta því að foreldrarnir vissi ekki. Nei. Fólki sem var ætla vissi ekki að þetta er bræður. Svo bara þegar þeir eru orðnir eldri, þá kynnast þeir fyrir Já. tilviljun. Já. Og mjög áhört að sjá að þarna ertu með 3 einstaklinga með sömu gen Jú. en fengum mismunandi uppeldi Já. og það hafði gríðarlega áhrif. Já, einmitt. Þannig að sérstaklega eftir þá mynd þá er ég bara svona, já, ok, það er umhverfið skiptir tölvöld meira máli heldur en genin, sko. Algjörlega. Það er bara klart mál, sko. Já. Förum allir í bíómyndir? Já. Ánum fólk slekkur á þættinum? Nei, djók. Ok, þú varst með Good Will Hunting, heldur góð. Ertu góður í starffræði? Já, ég hef... Tengir við hann? Ég myndi ekki segja að ég væri svona góður, en þú veist, jú, maður tengir alveg við hann. Það er svona... Finnst þið tölur skemmtilegar? Já, ég verð að segja það, sko. Það er svona... Ég held að það er geim alveg mikla visku og leyndardóma. Hvort er þetta skemmtilegar? Skrifa einhverja skemmtilega setningu eða leysa einhver dæmi? Það er epli og appelsína, sko. En það fer eftir. En ætli skriftin er að byrja ekki sigur úr bítum. Það gefaði meira. Já, svona rétt svo. En samt er alveg gaman að pæli, já. Tölum. Það tengist líka saman. En já, skriftinar. Það er... Hún er skemmtilegri? Já. Ok, hvert eru við komnir? Yfir höfuð. Við erum komnir í hvað, 8. 7. 8. Ok. Þá kemur önnur svona sem tengist þessu, sko, það er Beautiful Mind. Já. Já. Það er annar snillingur. Já, John Nash. Það er náttúrulega sálfræði og þá starffræði í því, sko. Áhugavert. Já. Hann er náttúrulega með geðklofa. Sönnsaga. Já, sönnsaga, einmitt. Þannig að hann sést hvað ég fíla það, sko. Já, náttúrulega Russell Crowe, frábær leikari. Frábær. Og frábær í þessu. Flott mynd. Hún bara svona, hún er svo falleg líka. Hann er þannig að glíma við þetta og heldur að hann sé að leysa eitthvað dulkóða.
Já, myndur setja orðið líka sorgleg mynd, Já, það er alveg hægt að á einhverju leiti. færa rauk fyrir því, náttúrulega. Hann missir hana raunveruleika tengslinn inn á milli. Og en hann En það ekki hægt munað mér, hann var svona séni í Jú, bara snillingur, sko. Fann upp þannig að Game Theory leikjafræði sem kennd í hagfræði í dag, sko. Hvað, getur útskipt það fyrir mér á þessi hausum? Já, og svo heitir þetta, afleiða af því í rauninni er Prisoner's Dilemma, en Game Theory er þess að það var tekið dæmi það í myndinni. Það er þess að þeir voru vinnir eitthvað bar þannig í háskólanum og þeir voru 3 og svo löpuðu 4 stelpur inn og eina af þeim var bara framúrskarandi fallegust af þeim. Og þeir eru náttúrulega allir að pæla í henni, þeir eru 3, en Game Theory, þess að þá koma þeir sér saman að bara í rauninni sleppa fallegustu, af því að þú veist, þeir þá langar alla að, þú veist, fara á eftir henni? Já. En þeir ætla að hunsa hann í rauninni? Já, og fara á eftir hinum 3 og þá fá þeir allir mats, fattari. Í staðan fyrir að bara einn myndi fá mats, þá fá þeir allir mats, fattari. Þannig að þetta er svona spilast út sem heildrænt besta útkoman, fattur við, fyrir alla aðila, skilur við. Því að ef Þarna unnuður allir Já. í rauninni. Ef þeir hefðu allir farið eftir inni, þá hefðu kannski engin unnið eða bara einn, fattur við. Þannig að Já, þá hefði hinn í rauninni tapað. Já. Og Prisoner's Dilemma, það er svona ef 2 vinir fremja glæp, segjum það, og þeir eru teknir í yfirreyslu, hvort ákveður að þegja báðir, hvort ákveður einn að þegja en hinn snitchar, eða báðir snitchar, fattari, og lögreglumaðurinn kemur með þetta sérst, ef þú segir, þá sleppur þú, en vinuðinn, hann sleppur ekki, einmitt. Þannig að það er svona verið að challengea, sko, hvernig við tökum ákvarðanir út frá gefnum forsendum. Þetta er líka tengt við fákeppni. En þetta ekki meira svona mannlegt eðli? Þetta snýr ekki starffræði? Jú, algjörlega, þú veist. En þetta er samt starffræði í sjálfu sér, fattar við? Þannlega sé, og hagfræði. Já, veist, þetta er náttúrulega bara möguleika sem þú hefur. Þetta er ekkit einhverja tölur, fattar við? En þetta er tengist starffræði. Grunnhugmyndin á bak við þetta? Já. Er þetta að segja að sé starffræðileg? Já, ég held að starffræðilegs eðlis? Ég læri þetta í hagfræði, skilur, í Versló, sko. En hagfræði er náttúrulega á svona mörgum félags- og náttúruvísinda. Er hagfræði skemmtileg? Aha. Ég held að það sé alveg drifleður. Mér er það skemmtileg. Ok, þið er það skemmtileg. Já. Og var verið að kenna eitthvað game theory og eitthvað í hagfræði? Jonas fann þetta upp og það var verið að kenna þetta. Þetta er tengt við fákenni, eins og benchistör, þú veist hvað er að hafa verðið, við lækkum, þá eigist taknar nokkar kannski, en svo lækka þeir kannski líka, ef við þá kannski frekar bara hækka, því að þá, þú veist, fattar við. Þannig að þetta er svona, ákvarðanataka og afleiðingar af, fattar við. Og þetta tengja það við Beautiful Mind. Já, af því að hann fann upp þessar, svona, Þannig að hann var snillingur. Hann var snillingur og bara, hann hafði að Beautiful Mind, já, vissulega. Schizophrenia, eins og þetta kallast, eða geðklói. Var það ekki líka þannig, það er svolítið síni sásmynd, var það ekki þannig líka að hann átti vin, sem ég minnur að Paul Bettany hafa leikið, Já. Svo kemur í ljós, hann var ekki til. Nei, einmitt. Ég man að það kom mér alveg óvart fyrir sásmynd. Já, og það situr ennþá í mér og það er virkilega 20 ár síðan sá hana. Já. Ég hugsa það. En mér var svolítið töff tvist. Algjörlega. Fattaði þú það? Ekki strax, sko. Ekki strax. En var það smá sjokk fyrir þig? Bara, hann var bara índ sér. Já, klárlega. Var hann ekki, hann átti að vera hana herbergisfélagins. Ja, þetta var eitthvað slags. Já, til að byrja með allavega. Svo ágerist þetta eftir því sem líður á myndina. En þetta var væntanlega eitthvað sem þú er áhuga á. Já. Stefnur að vinna sem sálfræðingur í framtíðinni? Sko, Ertu búin að hugsa það eitthvað?
Ég hef verið að halda þessu fyrirlestra, ég veit ekki alveg hvort mér langi að vera þessi klíníski sálfræðingur, en eins og Beggi Ólafs, þá ég fíla alveg það sem hann að gera, sko. Hann með eitthvað gráði í sálfræði, ekki? Jú, hann með BS í sálfræði, svo fór hann í þjálfunarsálfræði og jákvæða sálfræði, og svo náttúrulega doktorsnámi núna, þannig að þjálfunarsálfræði og jákvæða sálfræði alveg eitthvað sem ég hef áhuga á, og markþjálfun og allt þetta, sko. Veistu hver Tony Robbins er? Já, hann ákveðin fyrir minn, sko. Já, þú vilt kannski freka vera þannig gaur, heldur hann að vera inn á stofu og fá til einn og einn skjólstæðing. Já, en ef ég væri með svona einn og einn, þá væri það frekar bara svona að vinna í framtíðar sín og markmiðum, kannski fylgir ég líka að vinna í einhverjum skuggum, fattaru, en ég væri frekar til að taka 6-unar, 7-unar í andlegri líðan og koma þeim í 8-9, fattaru, í staðan fyrir að taka einhverja sem í ásnum eða tvistnum, fattaru. Já. Það tekur alveg á mikil virðing fyrir bara klíniskum sálfræðingum að ég skil ekki undir hægt, sko. Nei, þetta svo erfitt að bara að taka, þú ert að fá endalista klæðendum sem eru með kannski bara fáránlega alvarleg vandamál. Það er kannski svaka áföll, mikið þar að vinnur og það er verið að segja þetta allt við sálfræðingin. Og ég skil ekki alveg hvernig sálfræðingurinn, ég farið sjálf til sálfræðings og það hjálpaði mig greiðalega. Hvernig er alla til þess að, algjörlega. Þetta er sérstætt ferli að fara og hitta ókunna mannesku og það segja allt sem þú vilt segja. En mér leði alltaf eins og ég væri bara léttar einhvern veginn, ég labba át stofunni. En að geta einhvern veginn bara svo bara stimpla sig út, fara heim. Þetta er svo mikil kúnst, þú þarft að vera tengdur skjólstæðingnum, en svo þarftu líka að geta fjarlægst, fattar við? Það getur ekki, það er enginn sem það sé auðvelt. Og hvað þú kannski hitta marga skjólstæðinga og alls konar mál, fullt af erfiðum málum. Ég er góðan fyrir sálfræðingum, ég veist alveg, bara þeir sem vinna bara einhverju svona geðlækningasviðið eða einhverju slíkur, sko. Nákvæmlega, þú veist, þetta er bara mjög mikilvægt jobb, sko. Ok, Beautiful Mind, John Nash, Game Theory. Gaman að skilja nefna hana, ég held hún ekki að nefnd áður í þessu podcasti. Nei, einmitt. Flott mynd. Mjög svo. Hvað er næst? Næst núna byrjar svona að vera, nú kemur sá partur af listanum líka þar sem ég var ekki vissum á þessa er 5. dag, þessa er 7. dag, 4. dag. Þannig að en allavega. Erum við konið í 7. Já. Ok, komum með það. Við erum með Top Gun. Top Gun er á listanum þínum. Já. Af hverju svona síðan þessar mynd? Hún er 14 ára gömul þegar þú fæðist. Þegar ég fæðist, já. Vissulega. Manstu þú sást hana fyrst? Já, ætli það ekki. Var eitthvað sem sýndi þér hana? Já, ég held að pabbi hafi svona allavega bent mér á hana, sko. Já. En svo höfðu það margir verið að tala um hana, sko. Vinir mínir og eitthvað. Já, fínum aldrei. Fáir vinir, en já. Tala um Top Gun? Já. Ef maður rétt, já. Og þetta er náttúrulega Tom Cruise er þetta ekki myndin sem kemur honum svona almennilega á kortið? Er þetta ekki svona stökkpallur hans? Jú, ég myndi segja það. Já. Þá svona verður hann svolítið risastjarna. Já. Ég nokkuð vissum það. Það er Top Gun. Hann var alveg þekktur, en hann var alveg massíf stjarna til þetta. Já. Þetta var alltaf risa mynd á sínum tíma. Aha, trúi því. Já, hún er bara eitthvað svo, þú veist, ég hef alveg eitthvað nokkuð á flugi og svo þetta er líka rómantíkin í þessu, þú veist, á milli hans og hana kennar hans. Já. Skemmtilegt, sko. Það er smá ástasæði þessu líka. Já. Og svo Gúsmaður, hann deyr þarna, þú veist, það er tjekkað í mörg bóksana, sko, ég að segja. Og líka bara Tom Cruise er hana í S-inu sínu útlitslega, myndi ég segja, sko. Tom Cruise, en kallinn eldist vel. Hann eldist vissulega vel. Hann má eiga það. Já, klálega.
Hvernig finnst allt þetta Mission Impossible dæmi? Er þetta skemmtilegt? Já, klálega. Þetta, ég íhuga þetta samt ekki á listan, sko, en þetta er alltaf gaman, sko. Maður fyrir át í bíó og... Er önnur Tom Cruise mynd á listanum? Nei. Ok, þannig að Top Gun er þín uppáhalds Tom Cruise mynd? Já. Það gefur auðvitað, finnst þú nú á listanum? Já. En Top Gun hefur fengið spá svona hatur, finnst mér í þessu podcasti. Já. Stundum. Ég fíla hana. Já, ég skil það ekki, sko. En það reyndar svolítið síðan ég sá hana. Ég þarf að reyna henni. Ég ætla að horfa á hana aftur. Mér langar svolítið að gera þegar Top Gun gefur núna framhaldsmyndin. Það langar maður að gera Top Gun þátt. Já, einmitt. Það reyna henni þessu. Þú verður að gera það. Þetta er svolítið í minningunum, þá er þetta líka svona 80s mynd. Jú. Tónlistin og svona. Já, geggjur tónlist náttúrulega. Ég er bara að hlusta á Top Gun lögin á playlistanum mínu, skilur við. Ertu hrifin af 80s tónlist? Já, mjög. Ég elska hana. Já. Svo líka þegar ég lendi á Spotify svona lögum bara, já, þetta lag. Yes. Ég er svona goldies bara playlista. Hvaða lag var samt aftur í Top Gun? Var það Take My Breath Away? Já, Take My Breath Away. Já, það er Love that, sko. Það er gott lag. Love that. Ég er með Take My Breath Away og svo bara Top Gun Anthem, þannig. Var það aðal svona... Shit, bara, núna sé ég bara þóttum. Þannig að, já, það er það náttúrulega. Svo Danger Zone með Kenny Loggins og fleiri. Þannig að Playing with the Boys. En núna alltaf veit ég okkur spenntur fyrir Top Gun framhaldsmyndi og Top Gun er á þínum top 11 lista. Nákvæmlega. Það er ekki hana hægt, sko. Nei. Þannig að þú er á það flugi líka? Já, ég er svona... Hefur eitthvað fiktað við það? Nei, allavega ekki ennþá. Ég er svona leitt hugan að þessu, sko. En ekki tekið loka stökki. Sérðu fyrir þá kannski meira sem svona hobby? Já, gæti verið, sko. Fyrir ekki að vinna sem flugmaður? Já, en samt útiloka ég ekki að vinna sem flugmaður. Bara spurning hvenar, ég veit ekki. Þú ert ennþá ungur maður? Já. Allt lífið er framöndan. Nákvæmlega. Það er oft sem fólk festist bara í því einhvern veginn að þú veist, drífa þetta allt af og ákveða bara hvað maður ætlar að gera og vera 20 ára, skilur, bara restan lífinu. Það er engin pressa. Nei, þú veist, nákvæmlega, og það er ekkert að því að skipta, skilur, með leið, það er. Nei. Það er bara styrklegi, sko. En finnst þér líka, talandi um það, finnst þér eins og ungt fólk í dag, eins og þú ert frekar ungur, er ekki öðruvísi þengjandi, svona ungt fólk í dag í sambandi eins og vinnur og svona, versus fyrir 30 árum, 40 árum. Maður heyri sögur um þetta, já, afi minn vann í sömu verksmiðjunni í 40 ár. Ekkert að því, en maður finnst í dag eins og kannski fólk gerir kannski meiri kröfu til starfsins að það sé líka skemmtileg. Algjörlega. Hefur þetta ekki svolítið breyst? Hvað finnst þér? Jú, ég held að fólk ger alveg, þú veist, þær kröfur bara að starfið sé skemmtilegt, að sé eitthvað sem kveikir þeirra áhuga og það sé til bara raunverulega vilji vinna við þetta. Svo er náttúrulega bara þannig að valmöguleikan eru margfalt fleiri í dag. Það er hægt að búa til eitthvað sjálfur. Já, ég meina eins og með tilkomi internetsins þá var náttúrulega hellingur svo getur gert. Bara svo sem ég er ekki þetta podcast, þetta var bara ekki til fyrir einhverjum árum. Það er fullt af störfum sem eru verða til í dag og verða væntanlega til í framtíðinni, sem voru ekki til í gamla daga. En ég er aðalega að hugsa bara svona þetta viðhorf gagnvart vinnu. Já. Að ég man bara þegar ég sagði við nokkra manneskjur án ég byrja með podcasti. Fólk spurði mig, hvað ætlar að gera? Ég sagði, mér langar að byrja með podcast. Já, ok, en hvernig ætlar að fá að vinnu? Það er eins og sé búið að skilgreina vinnu sem bara eitthvað ákveðið. Ég held að sko, það sé samt. Já, þetta er ennþá fast í þessu. Það er langt í landvarandi þetta. Þú veist. Vinna getur alls konar í dag. Já, vinna er bara að skila þér einhver inn og þú ert að, já, þú bara hefur, hvað segir maður, lífsviðurværi að þessu og allt það. Það, mér finnst, okkur skiptir máli hvað einhver gerir, fattari, þú veist. Nei. Svo lengi sem manneskjan hefur gaman af og nýtur þess sem hún er að gera, þá bara mission accomplished, sko. Já, mér finnst það. Já. Og þó þessi gaman í vinnunni, já, þá er þetta samt vinna. Já, nákvæmlega. Skilurðu, þetta er svo mér finnst það æðislegt að gera þetta podcast, já, þetta er rosa mikið vinna, já, en þetta er samt vinna. Nákvæmlega. Verði ég að vera að móka skurð. Eða skilurðu, verði ég að vinna í verslun, já, eða lager. Þetta er,
veist, þetta er líka bara, ég held að græðandir á því ef fólk bara gerir það sem það elskar, skilur. Ég held mér svona bara allt samfélagi Já. græða því Já, ef allir eldast við það sem það vill eldast við. já. Af því að þá líka þeir sem gera það, þeir eru bara fyrirmyndir fyrir aðra að, þú veist, demba sér í það. Já, og þá líður líka einstaklingunum betur. Já. Þannig að hamingjusamari. Nákvæmlega. Ef þú ert hamingjusamur, þú líður vel, þá ertu meira næs við fólk, annað, til dæmis. Þannig að af hverju myndi ekki allt samfélagi græða því? Nákvæmlega. Ég vil þetta sem ekki pepp. Já. Fíla. Er það ekki? Þetta á. Ok, Top Gun, skemmtileg mynd, það er reyfinu upp. Hvað er næst? Þá erum við komnir í Avengers Infinity War. Ok, Infinity War, mitt, Já. hún nefndir aðan, hún komst á listan, hún er í sjötta sæti. Já. Væntanlega skemmtilegasta Marvel-myndin, eða ekki um einhver önnur sem fyrir ofan. Nei. Þetta er bara by far myndi, eða þú veist, ekki by far endilega, en... Betur en Endgame, sem sagt. Já. Af hverju er hún betur en Endgame? Hún er svona, þú veist, ferlið, allt þetta. Þú veist, það er svo mörg episk atriði, þannig að þegar þau eru næstu búin að ná hendina af Thanosi, Það er svo gott að þetta er hann er hérna bara, Já, hanskanum. já, og svo fattar hann að hann er búin að drepa Gamoru og þá bara, þú veist, svo nálega, það hefur svo mikil áhrif á mann í myndinu, maður er bara ekki að grínast. Það er svo dramatískt. Já, þannig að, þú veist, Og þinn maður vinnur í lokin. jú, minn maður og ekki minn maður. Þinn maður. En já, minn uppáhalds karakter, klárlega, í þessari mynd. Varstu sjokkeraður hvernig hún endar myndin? Þess að þegar allir bara fara og svo bara, já, Föðra bara upp, svo ekki bara kreddlistin. Þú veist, maður vissi alltaf innst inn að þetta var ekkert búið. Jú, einmitt. En það er samt alveg, það já. tekur alveg kjark enda mynd svona. Algjörlega, maður bara, þú veist, margar spurningar og bara, ertu ekki að grínast, er hún búinn? Mér spæti maður föðra bara upp, Einmitt. stóri karakter. Nákvæmlega, maður er bara, en þú veist, það er bara frábær mynd í alla staði, sko. Ja, á heildina liti. Myndur setja það pjúra skemmtun? Já, algjörlega. Þetta er svo epíst og hérna. Ótrúlega skemmtileg mynd. Já. Sjá allar þessar hetjur og... Þú veist, stríðið í lokin og bara allt. Þetta er... Sástu Spider-Man No Way Home? Já, svona. Hvað er betur, Spider-Man No Way Home eða Infinity War? Væntar Infinity War. Infinity War, en No Way Home var mjög góð. Ætli hún sé ekki besta Spider-Man myndin að mínum mati. Ok. Hún fer ekki á rugl hátt á IMDb. No Way Home? Já. Ég veit alveg hvað það er. Okkur er það? Þetta er alltaf rosalega mikið nostalgíurung, sko. Já, reyndar. Það er bara, þetta er alveg mjólka í drast. Bara, manstu ekki eftir Toby? Hérna fær hann aftur. Manstu eftir Alfred Molina sem Dr. Octavius, hérna fær hann aftur. Willem Dafoe, og maður bara, yes. Mér er svo hlýtt í hjarta. Því nostalgía er rosalega, þetta er rosalega hlýtt fyrir bara. Maður er bara svona, ég er ekkert að segja, ég sé saklaus. Það er oft sem ég fíla eitthvað, bara, geggja. En ég er búin að velta þessu rosalega mikið fyrir mig núna eftir No Way Home og Ghostbusters 9, Matrix 9, þar sem er svolítið verið að kippa í nostalgíu strengina. Og ég veit ekki alveg hvað sem finnst þetta gott. Ég vil freka fá, tökum bara dæmi, það er hvað ný Batman-mynd. Með, vissulega þetta gamalt karakter, við erum bara svo Batman-myndir áður. En þú ert með nýja leikstur og með nýja leikar sem Batman, þú ert að fá eitthvað aðeins nýtt. Svo ertu að fara núna Flash-mynd. Já. Það sem að Michael Keaton leikur Batman aftur. Hann leik hann alltaf í gömlu myndunum. Það er nostalgíu, það er að vera að kippa í nostalgíu strengina. Ég er samt meira spenntur fyrir, ég er frekar að fá nýtt. Ég er frekar að fá Pattinson sem Batman heldur hann aftur Keaton sem Ég skilji. Það er búin að velta þessu fyrir mig sérstaklega eftir Spider-Man. En þú veist, það er stóra ástæðan fekk. Svona svakalega hátt. Einmitt. Ég er líka það er svo margir ungir sem fíla Spider-Man. Og ég held að séu fleiri ungir eins og IMDb að reyta myndir og svona. Já. Ég held að þessu ástæðan fyrir að Dark Knight til dæmis svona helvíti ofalega, sko. Ég skilji. Ok, Infinity War. Fyrir utan Thanos, hver er skemmtilegasti karakterinn? Ég er mikill Black Panther fan, sko. Ok, hvernig varst þið sólómyndin hans? Hún er ekki líka. Ok. Ég held að hún sé alveg svona, þú veist, það er Avengers Infinity War, svo Endgame. Ég held að Black Panther kom bara næst, sko.
Ríkald að hann féll frá. Mjög. Djöfisins, það var sorglegt maður. Mm. Flottur leikari, ungur, Já. átti bara eitthvað svona framtíðina fyrir sér. Ungur eins. Bara veikist hann. Og já, var ekkert að láta á því bera, sko, hann væri. Nei, hann er bara faldaði svolítið tíma. Já. Það er komið númer 2. Black Panther nýmynd. Já, meinar, já. Hvernig verður það? Mitt. Chadwick Boseman verður ekki Black Panther. Nei. Það verður forvitnilegt að sjá hvað þeir gera. Klárlega. Þetta er flottur karakter. Mjög svo. Töff búningur. Hann er svona, já, ég einhvern veginn, ég hef hérna sumir svona BMW-bílar í mér einhvern veginn liðið eins og þeir séu bara svona Black Panther götunar. Bara svona fyndið að segja frá þessu. Ég samt þegar þú segir þetta, þá skil ég hvað við. Já, næs. Þeir eru eitthvað svona slik og það er eitthvað svona saman til hönnuna. Já, þetta er svona, eins og eitthvað pardustýr. Já. Þú ert væntanlega að tala um svartan. Já, nákvæmlega, algjörlega. Það er góða punktur. Ok, hvað er í 7. seti? Nei, betur við erum konur í. Hvert er konur? 7. var þessi, sko. Infinity War. Hvað er með 5. seti? Já, þá komum við dálítið að, sko... Þetta er top 5, þetta hefur verið erfitt. Já, þetta var, eða sko, samt var þetta, fyrsta seti var auðvelt, en svo voru, já, hinnar restinn alveg erfið. En númer 5 setti ég Coach Carter. Já! Veistu hvað mynd það er? Ég veit hvað mynd, er ekki Samuel Jackson í mig? Jú. Ég hef ekki séð hana. Nei. Er þetta körfuboltamynd? Þetta er körfuboltamynd. Þú ert körfuboltaspilari. Já, vissulega. Eða körfuboltamaður. Já. Þannig að þessi mynd hefur hitt vel í mark. Var það kannski, er hún kannski ástæðan fyrir þú fórst að æfa körfubolta? Nei, ekki þessi, sko. Ok. Og býttu, það er einhver önnur sem er ofar. Já. Ok, það kemur ljósa. Coach Carter, hvað er þessi mynd í stöttumáli? Hún er byggð á sönnum atburðum, en bara, já, sönn saga. En þess að gerist í Richmond, Virginia. Já, væntanlega, og hennar menntaskólanum þar, high school, og hérna hann tekur sérst við Coach Carter Eitthvað lélugu liði. Já, menntaskólaliðinu. Og liðið var reyndar alveg þokkalega gott, en hérna Akkur kemur hann þá inn í það? Jú, það vantar aga og það vantar aga innanvallar og utanvallar og þeir eru bara svona erfiðir og þeir eru ekki að standa sig akademist námslega. Já, og hann eitthvað svolítið svona komið fílag. Hann bara, ef þið náðu ekki X lágmarki, þá bara er einhver æfingar, þá bara loka ég salnum. Ok, manstu hvernig hún gerir þessi mynd? Er þetta eitthvað svona sem gerist 70? 90 myndi ég segja. 90? Já, þetta er Coach Carter. Ég held að Coach Carter sé fættur 59, ég var eitthvað að sko þetta ger. Ok, ég þarf að tjekka þessi mynd, ég vissi af henni. Ég mæli með henni, sko. Ég er alveg sökkar fyrir eitthvað svona... Já, hún er falleg, sko. Hann kemur eitthvað inn og þjálfur eitthvað lið. Ég elska Samuel Jackson. Já, hann er magnaður. Það gerist líka þetta hverfi, þessi skóli er í hverfi sem er svona ekkert það besta, sko. Já. Og mikill minni hluti fer áfram í college, sko. Ok. Úr þessum high school. En svo tekur hann við þeim og þeir fara allir síðan í college, sko. Og út af honum? Já. Hann nær svona miklu árangri með það? Já. Þú veist, hann bara... Það er ekki ekki? Hann sá þessum fræðum og hérna. En þegar þú sér þessa mynd til dæmis, manstu, hvað varstu gamall? Ertu að fá svona innblástur? Já, algjörlega, svona 13 held ég. Já, þú ert þar á þeim aldrei að þetta hefur mikil áhrif. Já, ég veit. En það er önnur mynd sem er... Já, það er... Ok, ég veist, er það Space Jam? Nei. Ekki alveg hún kannski. Ekki alveg. Ok. En þú veist, já, það er einmitt líka svo magnað hvað, og það einmitt tengist því bara þegar við erum upp á 7 ára aldrei, hvað við erum áhrifa hérna gjörn. Bíómyndir hafa svo mikil áhrif á mann þegar maður er ungur. Ég veit það. Og svo fjarar þetta einhvern veginn út. Það er
er svo leiðilegt. Ertu að tala Bara svona, töfrarnir í sambandi við bíómyndir? já, Eða ertu að tala bara töfranir og, jú, að sjálfsög hafa myndir áhrif líka í dag, en innlifunin einhvern veginn. öðruvísi hún Já. þegar maður er svona lítill? Já. Já, því fyrir mann er þetta svo miklu töfrar Aha. þegar þú ert lítill. Ángríns. Þannig að, ég man bara eins og eftir Cars, hana, 2006 eða eitthvað. Á teiknumyndinni? Já. Já. Þá var maður bara fór heim og var að leika bara bíl. Það er að hlaupa fram til baka. Bara Algjörlega. ímynda sér að maður væri, þú veist. Það er svona líka að sína stráknum mínum bara eitthvað cool myndir. Já, einmitt. Það var ekki það. Hann verður bara að sjá Matrix og John Wick og einhver á Batman, einhver á töff myndir. Já. En þetta hefur gríðarlega áhrif, það er alveg rétt. Algjörlega. Ég meina, ég kvikmyndahámar út af því að ég sá myndir þegar ég var krakki, ekki Já. ógeð, en það hafði svo mikil áhrif á mig að þetta var bara svo mikið áhugamál. Einmitt. Ok, förum að klára þetta. Hvað Já. er númer 4 hér? Þar er Wolf of Wall Street. Ok, Já. Wolf of Wall Street, Aha. áhugavert pick, Vissulega. byggð á sannri sögu. Já. Byggðu á Sören sögu, eins Ok. og margar. Hvað er við hana? Mér finnst þetta áhugavert, ég fekk nefnilega Timminn, hann er Óðinn, ungur strákur, Já, 16 ára. einmitt. Hann fílar þessa mynd. Já. Þú, aðeins eldur en hann, Aha. fílar þessa mynd grann alveg í botn, hún er þá oflega hér. Já. Hvað er það með Wolf of Wall Street sem unga kynslan virðist fíla alveg í botn? Er það hraðinn? Sko, já, ætlaði ekki, og bara svona lífsstílningin og lífsbreytingin og ferillin bara, þú veist. Hann er hann af milli stjætt og hérna peningarnir vaks ekkert á trjánum. Hann fer hana og verður hérna broker á Wall Street og er bara mættur í geðveikina. Gerist náttúrulega þeim árum bara það sem geðveikin er kannski í hámarki. Og hérna DiCaprio, náttúrulega frábær leikari í þessu sérstaklega. Herðu, og líka Matthew McConaughey, minn þinn, hann er í henni. Já. Hann er í flottu hlutverki. Geggja hatrið þegar taka hana. Á veitingastaðnum. Já. Og þú veist bara, kenni hann bara from 0 to 100 real quick, skilur bara. Þetta er mjög skýst upp Já. og verður bara aðal einhvern veginn gæinn. Er þetta áhugavert líf? Sko, Myndirðu vilja lifa svona lífi? kannski að einhverju leyti fattari, en ég var ekki til í að ég var ekki til í að vera að fremja þessa glæpi og vera háður þessum efnum og fleiru. En þú veist, ég held að maður það væri fáir sem myndu þú veist náttúrulega hann verði mjög auðugur og allt það, en ég myndi nota peningin kannski öðru sem hann gerir, en þú veist, jú, þetta er eitthvað svo sjarmerandi bara allt, þú veist, við þetta. Já, þeim finnst það? Já, þú veist, já, ég myndi ekki, það er ekki allt sem ég myndi af eftir, en þetta er svo, já, bara epist. Ef þú fengir 100 milljónir í dag, já, bara tax free, já, bara 100 milljónir, hvað finnst þú að gera? Ætla þessi ekki bara stakriða fasteign, þú veist, það er alltaf safe bet. Já, algjörlega. Og hérna, svo myndi en eitthvað svo skemmtilegt. Já, svona... ég myndi náttúrulega bara ferðast. Já, þú myndi ferðast? Já. Þú er áhuga því? Já. Maður er áskoðan heim, sko. Jörðin er heimilið, sko. Það er... Algjörlega. Ef við höfum aftur í sálarpælingarnar, sko, þá er jörðin heimili sálarinnar, myndi ég segja. Hvert myndir þú fara fyrst? Þú ætti fullt af milljónum bara, getur ekki að fara hvers sem vil. Góð spurning. Þú hlýtur eitthvað svona draumaland, eða draumaborg, eitthvað áfokast það. Mexiko er hana, Bali, Þú vilt fara í hitan. Já. Bara Rússland er ekkert efst þarna. Nei. Eða Finnland. Nei, ég er komin til Finnlands. Ok. Þú vilt frekar fara í hitan. Já, og svona exotic. Já, framandi slóð. Já, Egyptaland. Já, ég held að það er svolítið. Taka píramidana. Já. Það er áhugavert. Já. Píramidanir. Sagan á baku þá er líka áhugavert. Ég er ekki alveg að kaupa þérna. Að þeir hafi bara verið svona byggðir upp mannafli, sko. Ég er ekki alveg að kaupa það er svo margt við þetta sem bara fyrr mælir á móti því, sko. Það er allt og skrítið, sko. Starffræðilega nákvæmnin, staðsetningin,
bara fullkomnunin í þessu nákvæmnin, hvernig eru byggðir upp og Það er líka þyngdin og steinunum inn í píramidunum. já. Þetta er svo miklu, þetta er ekkit, fólk sér alltaf bara það sem eru utan á og hugsa með sér bara eitthvað litla múrstein eða eitthvað, en það eru sko þvílíki flekar inn í píramidunum sjálfum. Ég er ekkert að kaupa þessa þrælasögu, sko. Nei, ekki sens. Þeir eru að draga eitthvað steina og bara, veistu hvað, ég held með þess að það var eitthvað sem heyrði þessa kenningu, að því minnst það mjög áhugaverð saga í svona píramiduna. Ég held þessu miklu eldri og ég held að Egyptarnir hafi fundið það. Já, einmitt. Hot take. Það er ekkert útilokað, sko. Ég held þessu eldri en, töluvert eldri en margir halda, sko. Já, einmitt. Þetta er eitt af gátum lífsins, sko. Já, gaman líka að hugsa um eitthvað svona ancient civilization, eitthvað siðmenning sem var kannski mögulega til fyrir mörg þúsund árum síðan. Mér finnst það spennandi. Já, ég er algjörlega sammála. Þetta var bara tótt að ljósi á það að hérna voru einhverjir sem voru komnir mjög langt og jafnvel lengra en við. Og kannski öðruvís en við, ekkert endilega voru með internetið og iPhone síma, en einmitt. Einhvers konar tæknið þróun sem voru öðru svona okkar. Mér finnst það mjög áhugavert. Já, algjörlega. Og ég skal bara fara með þetta til Egyptaland. Já, ekki. Einu sem ég meik ekki pöddur. Nei. Þannig að ég held þessu nóg að þeim í Mexíkó og Bali og eitthvað svona löndum. Þú verður að fara eitt þanga. Já. Það er bara eins og það er. Það er eins og það er. Ok, þannig að Wolf of Wall Street, þetta líf sem hann lifir, hann Jordan Belfort. Já. Þér finnst þetta eitthvað sjarmærandi. Já. Lifa eitthvað svona snekkjulífi. Einmitt. En skapa peningarnar hamingju. Sko, fjárhagslegt frelsi, það er, en umfram það, þá nei, þú veist. Skapar þetta ekki bara önnum vandamál? Getur verið, sko, jú, þú veist. En það að eiga ekki nóg af peningum, það skapar vandamál, þú veist. Áhyggjur og hefur áhrif á sambönd og bara, algjörlega. Þú veist, fjárhagslega frelsi, það er markmið og svo, þú veist, umfram það, þá er þetta ekki að fara að gefa mann neitt andlega held ég, sko. Nei, mér finnst þess að lesa einhver, það er spór rannsaka þetta, það er eitthvað svona ákveðin upphæð sem þú þarft, þá er mjög hamingjusamur, en ef þú færð eitthvað mikið meira en það, þá skiptir einhverjum máli, þú verður ekkert hamingjusamri. Einmitt. Það er dálítið svoleiðis held ég. En græðgin er sterk. Jú. Í mörgum. Já. Það er meira og meira. Það er víst, já, þegar maður er komið með eitthvað stjarnfræðilegar upp að þeirra peningum, þá held ég maður að fara að hugsa minnum peninga og fara bara að hugsa minnum völd, sko. Eða svona áhrif. Já, einmitt. Þannig að þá fyrir grækin að snúast út í það, einhvern veginn. Mér er alltaf þóttur skrítið og sérstætt þegar fólk setur svona mikið púður í peninga. Já. Auðvitað þurfa allir peninga til að lifa af, það er alveg gaman að geta keypt sér föt, farið til útlanda, keypt sér bíl, allt þetta. En mér finnst peningar ekkert merkilegir. Nei, þeir... Þú tekur ekki með þér í gröfuna. Nákvæmlega. Þú tekur ekki með í næsta framhaldslíf. Maður væri frekar til í að, þú veist, vera á dánarbeðinu og horfa yfir farin veg og eiga fullt af minningum skilur í staðin fyrir að, já, ég vann fárlega mikið, þú veist. Þannig að... Og yes, ég á fullt af peningum. Það hjálpaði ekkert út á dánarbeðinu, sko. Ok, við erum sammála það samt að þetta er kannski, að því auðvitað var ég til að testa þetta. Já, nákvæmlega. Fara að eitthvað flotta snekkju og eitthvað svona. En mér finnst samt eitthvað svona þegar ég horfi á Wolf of Wall Street, mér finnst það geggjumynd. Þegar ég horfi samt á þetta svona líf, svo horfi ég á Exit, ég veit svo þættina. Já, ég sé. Þessu norskir. Mér finnst þetta ógeðslegt, sko. Já, maður, eins og ég segi, maður væri ekki til í að taka þátt í þessu öllu, sko, og hafa alla þessa, þessa. Það er líka oft sem svo mikil hroki verið fylgis, sko. Mér finnst það mjög óhittandi. Að fólk er hrókafullt. En, við varum aldrei að fara snekkju. Til Bali. Nákvæmlega. Til Egyptaland, sko, píramídana. Ok, hvað er í þriðasti? Erum við komin í topp 3? Jú. Þriðja er Gladiator. Já. Gladiator. Það er Russell Crowe. Þú grannar hriðan honum. Já, hann er góður. Gladiator. Á hverju það komið? Hún er svo tilfinningalega
maður verður svo emotionally invested í þessu. Ok. Og bara byrjar hann sem herfóringi skiluru og svo deyr, var það ekki kongurinn keisarinn sem deyr. Og svo Jú, var það ekki, þeir voru voða vinir. Já, og svo tekur sonur hans við sem fáranlega öfundsjúkur líka út í gladiatorinn, af því að þú veist, keisarinn og hann voru bara, eins og feðgar, ángríns. Þannig að og eftir það hann lætur drepa fjölskylduna hans. Já. Það er ekki reynd munið á mér. Hann ekki son og konu, jú, á sínum heimabæ og og hann endar sem svona skylmingaþræll. Já, og bara framúrskarandi skylmingaþræll. og fokka görum upp. Já, líka svo epic atriði Are you not entertained? Já, það frægast atriði. Ég horfði svolítið á MMA og UFC og svo. Og það mitt fætarar hafa sagt þetta eftir eitthvað fæt. Are you not entertained? Wow. Þú veist, 20 árum eftir að myndi góð. Já, einmitt. Þannig að, já, þetta líka svo mikil mótlændi og svo margt á mótunum. Þú heldur líka svo mikið með honum. Ángríns, já. Það sem hann lendir í er svo svakald. Þú hatar. Joaquin Phoenix inni, æðislegur, sem þetta skítseði. Já. Þú hatar hann, sko. Ángríns. Það á rétt. Þetta er og svo í lokin, maður, þegar þeir berjast og hann stingur hann. Var ekki eitthvað með eitthvað eitur hníf eða eitthvað svona? Var ekki eitthvað svoleiðis? Jú, hann stingur hann í bakið. Fucking svindl. Já, það er bara, maður er bara ert ekki að grínast. Já. Þú veist, bara það atriði hefur svona maður verið mest pirraður þá. Og en samt sigrar hann. En svo deyr hann rétt eftir. Og svo kemur hún systir hans sem systir Jókin, systir keisarans og segir farðu til þeirra, sérsagt konunnar og sonarins. Það er svona, það er eitthvað fegur í því. Já, mikil fegur, sko. Hann farin aftur til þeirra. Það finnst mér líka rosalega, veist það falleg hugsun. Og ég hugsaði að það er eitthvað svona hlýjamanni, hjartarætur ef maður getur hugsað til þess að maður missir eitthvað nákominn. Já. Bara við hittumst einhvern tímann sinna. Algjörlega, með veit. En það er fegur í þessu og við vorum út að tala um dauðan á hann og það er svolítið svona stórt þema í Gladiator. Jú, vissulega. Svo náttúrulega tónlistin mögnuð í þessu. Já, þetta er flott mynd. En ég verð að spyrja það er ein mynd sem ég veist alltaf verið svolítið svipu Gladiator. Já. Ég ætla að tjekka hvort þér er búin að sjá hana. Er það svo Braveheart? Með Mel Gibson? Ég held ekki, nei. Býtu, er hún líka skylmingaþræli, nei? Ekki alveg, en það er svona periodmynd, gerist í Skotlandi. Já. Og það er svona að rísa upp gegn mótlæti og... Já. Ég mælum ef þú ert ekki búin að sjá hana, að fyrst þú ert svona hrifin af Gladiator. Ég veit. Þetta eru ekkert ósvipað myndir. Nei. Braveheart kom út aðeins undan, það kom 5 árum undan. Ok. Það er rosa mynd. Svaka tónlist, epísk, sandala-sverðamynd einhver. Ég mæli með að tjekkja henni. Já, gerir það. Hún er svakalega góða. Takk, já. Ok, Gladiator var í 3. Yes, svo erum við með öðru. Þetta eru sleggjur, já. Hvað er öðru seti? Ég er spenntur að heyra. Já. Bara efstu 2. Ég held að númer 2 og númer 1, ég held að þeir séu ekki hjá mörgum á top 10, bara í heiminum, sko. Það er ennþá spenntari. Beverly Hills Cop er númer 2. Fyrsta Beverly Hills Cop? Já. Með Eddie Murphy? Já. Já, ánægði með þig. Já. Æðislega mynd. Geggjum mynd. Akkur kemst þú svona ofalega þér? Mér finnst það bara svo skemmtileg. Það er einfaldlega þannig. Finnst þér fyrsta besta? Já, ég myndi segja það. Ég er svo mikil Beverly Hills Cop 2 maður. Já. Kannski, ég sess að, nei, ég held að þú tekur fyrstu? Já, en númer 2 og 3 eru geggjað líka. Bara geggjað, sko. Já, er það ekki 2 sem er hann komin á sportbílinn þar? Já. Hann er drepinn vinur hans sem var held í lögreglustjóri. Hann er drepinn. Já, einmitt. Konan, þessast vondakonan, sólgleru, ljóst, stuttljóst á áaxin. Já, einmitt.
mitt. Ég fucking elska Beverly Já, Hills 2. En fyrst er náttúrulega aðeinslega líka. Jú. Eddie Murphy, Já. grunlega Hann er... mikill fan. Já, hann er geggjaður. Það er líka svo góð blanda af hérna, bara spennu og gamani, skilur. Já, það er hasar, grín, Já. þetta er bara allt í Beverly Hills, sko. Og líka hláturinn hans Eddie Murphy, Axel Foley, bara. Og lagið, Já, þetta er nefnilega... stefið geggja. Vá, ég nefnilega, þetta er svona fyrsta lagið sem ég bara elskaði að spila á píanó. Ég spila nefnilega á píanó sjálfur, sko. Þannig að Já, ok. þetta er bara, ég spilaði það á tímabili. En þetta er 80s mynd. Já. Er þetta eitthvað sem að pabbiðin sýndir? Já, þetta er dálítið gætir áhrifa hann, sko. Hann kynnti mér fyrir henni. Varstu mjög ungur svo stann fyrst? Ég ætlum að ekki verið kannski svona 10-12. Já, einmitt. Og þetta er akkurat þeim aldrei það sem þetta hefur. Bara sérðu eitthvað töffara, hann er fyndinn og eitthvað. Þannig hún kennst alveg helvít ofalega hér. Aha, já. Beverly Hills. Já, þetta er bara svona persónulegt, sko. Já, mér er svona, ég elska að koma með hana. Já. Ég held að engin nefnt Beverly Hills kom sem top 10 listaði. Einmitt. Þetta er, þú veist, það var alveg hægt að segja bara að trilógían fari bara saman einhvern veginn í fattaru. Finnst það allar jafngóða? Annarsætti. Það eru mjög svipar, já. Þegar málið er... Þriðarleika jafngóða? Já, eða, þú veist, ég held að rauðin sé bara 1, 2, 3, sko. Og bara, ef maður rankar að 5 stjörnum skilur eða eitthvað, þá munar ekki miklu. Kannski bara hálf stjarna á milli. Af því að 3 var talin af þessum hardcore aðdáendum, þá var hún talan ógsýst. Já. Það er verið skemmtikari. Ég skil það alveg, sko. En... Mér finnst það svo drullu skemmtilega. Já. Ég horfði til þess að hana rosa mikið þegar ég var lítill, sko. Já, einmitt. Þetta er... Af því ég er í kringum 10 ára þegar hún kemur út, sko. Já, menar, já. Mér finnst hún alveg aðeinslega. Fyrsta kemur út 84, eða? Ég held það, 84? Já. Fekk hann 85? Ég held það, sko. Og 2 er síðan bara... Værið til í 4? Já, akkur ekki. Þetta er einhvern veginn svona, það er alltaf svona eins og Matrix, Resurrections og hérna Top Gun og ef ekki að halda áfram með þetta og taka Bring Beverly Hills Cop back. Líka eins og Eddie Murphy, hann lítur ennþá bara heldur vel út. Já, einmitt. Ennþá skemmtilegur. Já. Ég er svo fyndið, ég er búin að væla yfir eitthvað svona nostalgíu, eitthvað. Beverly Hills Cop 4, já, Eddie Murphy. Já. Ég væri lúmst til, já. Það sjálfsögðu. Hann líka bara, hann lúka vel kallinn og svona. Ok, hvað er nummer 1? Förum að klára þetta. Ég er spenntur að heyra hvað er nummer 1. Þú segir að það sé ekki mynd sem að margir myndi setja top 10 list sinn. Nei, af því að sko, ég held að sé ekkert allt og margir sem bara vita í rauninni hvað mynd þetta er, sko, eða þú veist. Ok. Hún heitir þess að Glory Road. Veist þú hvað mynd það er? Glory Road? Aha. Nei. Einmitt. Bíddu. Guðan, þú ert að koma með eitthvað mjög mikið surprise inn í lokin. Já. Glory, ég ætla að IMDb hana. Ok. Glory, er þetta einhverju fræði leikara? Já, svona, ekkert frægir kannski, en þekktir alveg. Nokkrir af þeim. Bíddu, ok. Nei, ég hef aldrei hitt með smynd, en Nei. það eru, ég meina, Josh Lucas er í þessu, Derek Luke, John Voight. Einmitt. Ok, hvað er þessi mynd? Þetta er sem sagt körpilmynd. Ok. Og hún fjallar það er sem sagt Don Haskins sem er þjálfari, aðalegarinn. Hann tekur við þessu liði, háskólalið í El Paso, Texas. Og því gengur ekki vel. Og þeir hafa ekki mikinn pening til að vinna með, til þess að ná í leikmenn og svo framvegis. Og veita styrki sem sagt og allt það. Og hann fer þá leið að rekrúta menn með því að bara pikka upp af gödunni í rauninni. Já. Hann, þú veist, ferðast... Götu spilara? Er þá gæjar sem er að spila eitthvað svona götu streetball eitthvað? Já, bæði það og líka sem sagt á eitthvað svona sjókeisum og í öðrum skólum. En sem sagt menn sem kunna spila körpl? Já. Og hann hefur bara mjög gott auga fyrir körplhæflingum. En á þessum, þetta gerist þess að á 7. áratunum, 1960 eitthvað. Þannig að þú veist, þá er, og þetta er náttúrulega í Texas, þannig að í Suðurríkjunum, þannig að hérna, kynþátta. Rasismi. Já, rasismi. Og hérna, það er ekki vel séð, þú veist, yfirleitt voru liðin bara með
svartan á bekknum, skilur við. Það var bara í rauninni illa séð að vera með hérna svarta, þannig að Þeir eru bestir í körfubolta. já, eins farulegt þetta er. Maður horfir bara NBA í dag. Já, það er svo leis. Og hérna Þannig að hann er svolítið að taka svona sjensa með okkur í tíðan þetta var já, þá. algjörlega, og hann rekrútar 7-8 leikmenn, svarta. Er þetta sönsaðar líka? Já, ok, já. ok. Og hérna Ég þarf að tjekka þessar. Ég er strax seldur, sko. hún er geggið, sko. Og hérna hún er svo falleg bara. Svo feel good mynd. Já, Já. mjög svo. Hérna, og þeim byrjar að ganga vel. Hann bara er með svaka stífar æfingar á æfingartímabilinu og svo bara kemur sigur leikja hrina hjá þeim og þetta vekur alveg athygli og þá byrjar mótlætið. Þeir eru í eitt skiptið hana í rútu á leið á útivöll að spila og stoppa í einhverjum skála að fá sér að borða og einn er að fyrir inn á klósti og þá þekkja 2 mennan þannig inn á klóstinu og bara taka hann og dífa hann um klósettið og eitthvað svona, skilur. Og þetta er náttúrulega satt, skilur. Það er svona margt sem við lendi í, svo koma þær á eitthvað hostel hana sem er gist á einnóttina og þá er búið að klína á vegginn með blóði eða rauðri málingu, bara eitthvað sem með deyja og svo óviðeigandi orð og, skilur við, þannig að þetta er allt svona, sko. En það er svo fallegt Don Haskins segir, og hann leikur með þess að lítið hlutverk í þessari mynd, þess að alveg Don Haskins, já. Hann er eitthvað á bensínstöð. Það er cool. Já, mjög cool. En hérna, hann sagði nobody can take something away from you don't give them. Þess að þegar þeir eru þannig í þessu miðjum mótlæti, áhorfendur eru bara að kasta glösum í það og mat eftir leikina, þeir eru að labba inn í búningsklefana og hérna og svo framvegis. Þannig að hann er mjög mikilvægur þeim bara til að halda haus og halda áfram, að því að margir íhuga bara af hverju er ég að gera þetta, er þetta þess virði? Já, bara vilja hætta. Já. En málið er að þeir eru bara að vinna allt, skilur við, sem samfélagið þolir ekki, af því að byrjunarlið er bara svartir og pældi í þessu rugli, maður. Þetta er ótrúlegt. Svo mikið klikkun. Þetta er, já. En sem sagt, þeir komast í úrslit og Duke mætir þeim eða Kentucky, annarkur Duke eða Kentucky, sem eru sérstætt bara búin að vera með yfirgnæfandi yfirbyrði og búin að vinna bara síðustu árin. Og þessi úrslitaleikur fer þannig að El Paso vinnur og þetta er svo magnar aðri þegar þeir vinna og fagna og bara, wow. Og fékk þessi mynd þig til þess að vilja já, ég þess að þetta var líka bara körbólta, eða þess að byrja að spila körbólta. Ég var svona 11 ára, var bara í fótboltastrákur, hafði ekki leitt hugan á körbólta, ekki fyrir neitt, sko, og bara var ekki að spæla í körbólta, fannst það bara leiðilegur eða þú veist, og svo kveikti ég var komað heim úr fótbolta eitt kvöldi, minnur að þetta verið að sumri til. Já. Kveikti sjónvarpinu, RÚV, og þá var þessi mynd í gangi og ég bara datt inn í hana og var bara ástfangin af þessu, sko, ástfangin af körfubolta og hérna. Hún hefur haft það mikið lána? Já, hún bara fangaði mig, sko. Ertu ennþá að spila? Já. Hefur ennþá áhuga á körfubolta? Ertu að horfa á NBA? Já, algjörlega. Ég er Lakers maður, sko, eða LeBron maður. Ok, þá væri ég að spyrja þig. Já. Hver er bestur of all time? Alltaf segja LeBron. Sko, þetta er náttúrulega endalist debate, en sko... Sástu Last Dance þetta? Já, að sjálfsögðu. Geðveik serja? Vissulega, magnaðir, sko. Þú veist, Michael Jordan er held ég að flestum talin geitinn, fattaru, en LeBron er, persónulega, ég held ég segi LeBron. Hann er svo fjölhægur, hann getur spila allar stöður, hann getur tekið boltan upp, hann getur dekkað stærstu menni hinn leinu, hann getur gefið boltan, þú veist, ég elska hann mann, sko. Og líka það sem hann gerir utan allar, skilur, hann er að stopna skóla og
og gefa fólki Að gefa af sér. Já, bara hann magnaður, sko. En ég er ekki alltaf að tala ég er ekki debatið er ekki annað hvort Jordan eða LeBron? Jú. Er þetta ekki oftast þeir tveir? Jú. Og hérna, þú veist, það er alltaf notið rökin, sko, já, Jordan tapaði aldrei í úrslitunum. Þú veist, já, það er alveg mikið afrek, en það er oft sem hann komst ekki í úrslitin, sko. Þú veist, þannig að... Ég er Jordan maður. Já, ég skilði. Ég er ekki mikið svona körbundagauð, sko, Nei. Jordan. Já. Mér finnst það best íþróttum alltaf tíma. Þú veist, já, hann breytti leiknum og kom honum á kortið, skilurðu. Gæna ennþá að selja fucking Jordan Air, sko. Já. Hvað langt sér hægt að spila? Aha. Ég held að hann hefði hætt 2003 í síðasta sinn. Hann hætti nokkru sinnum. En myndur setja Jordan það nummer 2 samt? Eða... Já, klárlega. En svo Kobe? Ég held að hann kom með hennar nummer 3. Já. Náttúrulega sorglegt hvernig fór fyrir honum maður. 2020, Kobe Bryant. Það Chadwick. ár byrjaði ræðilega. Já. Og svo COVID. Það var umöld ár. Já. Kobe maður. Já. Ég sá þetta á TikTok. Það var Shaquille O'Neal. Já. Svolítið gaman að hlusta á hann. Svolítið skemmtileg kall. Hann nefndi sín á top 3. Mér minnir hann að tala Jordan, LeBron og Kobe. Heldur hann nefndi top 3. Já, maður verður að segja það. Það er líka, þú veist, þessar stöður, þeir eru þannig að shooting guards og small forward, eða LeBron, já. Þú veist, þessar stöður eru dálítið fan favorites, þú veist. Já, eða. Það er mjög erfitt að segja að einhver center eða stór gæði sem er undir körfunni sé eitthvað bestur allra tíma. Af því að... Hann spilar alltaf þessi leik. Já. Þó að Shaq til dæmis, hann var bara dominerandi með stórum stöðum, sko. Í sinni stöðu? Já, hann var sérst center og þú veist, það gæti enginn stoppað hann, skilur. Ekki séns. En, þú veist, já. En þú myndi aldrei setja hann fyrir ofan einhvern eins og Jordan? Nei, þetta er erfitt, sko. Þrátt fyrir að Shaq hafi unnið 4 titla og 3 með Kobe, 1 með Miami Heat, Dwayne Wade. En já, það er, þú veist, að því að þeir geta líka eðlilega gert miklu meira, þú veist, þeir eru fjölhæfari. Þannig að ég held að það er svona... En það gerir Shaq ekkert minna verðmætan leikmann, skilur við. Nei. Þannig að... En hann er kannski ekki endil í þeirra umræðu. Nei. Svona bestur alltaf tíma. Þannig að við erum samanlæst í Jordan. Þannig, ok, förum að slúta þessu, Guðjón, bara í lokin. Hvað er þetta að nálgast bókinni hérna? Náðu árangri? Er ekki hægt að kaupa það? Jú, það er hægt að kaupa það. Þetta er í þess pennanum, Eymundsson. Ok. Svo er þetta held ég á Heimkaup og svo hjá Leo bókaútgáfu og líka bara hægt að hafa samband við mig á samfélagsmiðlum. Já, hvað? Þú ert á Instagram og TikTok? Já, Guðjón Ari, bara. Hvort er þetta skemmtilega að vera á Instagram tíðu? Sko, grammi er náttúrulega meira bara svona sína frá lífinu, fattar ég? En TikTok, ég held að TikTok sé alveg bara svona skemmtilegra, fattar ég? Já. Það er... Meira svona fjör í því. Já. Já. Það verður að segja það, sko. Ok, náðu árangri í nám og lífi. Yes. Guðjón Ari á Instagram. Já, og TikTok líka. Er ekki líka TikTok? Jú. Og bara ógst að gana að fá þig. Já, bara heiður að koma og gaman. Og ég er búin að læra helling. Við erum búin að fara gegn ímislegt. Ég verði að tjekka Glory Road og Cold Carter. Þú verður að gera það, það er bara svo leys. Ég ætla að fá þess að árita bókina fyrir maður þér. Að sjálfsögðu. Og ég hvet allir til þess að lesa bókina, þó ég sé ekki búin að lesa hann sjálfur. Ástæðan ég hvet fólk til þess, það er því að fólk hefur alltaf gott að því að lesa eitthvað svona jákvætt, eitthvað sem peppa mann. Það virðist vera þannig bók. Algjörlega. En ég lakka bara til að byrja að lesa. Já. Bara takk fyrir komuna, Guðjón. Já, takk fyrir að hafa mig.